Strap in for a long one. We got everybody on one. Now you coming at the king, so you better not miss. And we only get stronger with everything I carry up on my back. You should paint it up with a target. Why would you dare me to do it again? Come get your spoiler, but we're taking over. We're taking over. Hey, look at you calling my name. You ought to know by now that we're taking over. We're taking over. Hey, maybe you wonder what your future's gonna be, but I got it all locked up. Take a lap now, don't be mad now. Run it back, run it back. I got bodies lining up, think you're dreaming of greatness. Send you back home, let you wake up. Why would you dare me to do it again? Come get your spoiler, but we're taking over. We're taking over. Hey, look at you calling my name. You ought to know by now that we're taking over. We're taking over. Hey, maybe you wonder what your future's gonna be, but I got it all locked up.在以后，除了傻傻子，还有其他吗？我左右，键盘琵琶在时间滴答着，还不够。你的固执让我来守候，哪怕太迟也不想以后。就在这时放肆的挑逗。I got the heart of a lion, I know the harder you climb, the harder you fall. I'm at the top of the mountain, too many bodies to count. I've been through it all. I had to weather the storm to get to the level I'm on. That's how the legend was born. All of my enemies already dead. I'm born, I'm ready for war. They know I'm ready for war. I told them we're taking over. We're taking over. Hey, look at you calling my name. You ought to know by now that we're taking over. Hey, maybe you wonder what your future's gonna be, but I got it all locked up. As a child, you would wait and watch from far away, but you always knew that you'd be the one that would while they all played. And you would lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream. Here we are, don't turn away now.
Welcome to the world, no heroes and villains. Welcome to the war, we've only begun. So pick up your weapon and face it. There's blood on the ground, go and take it. You get one shot to make it out alive. So higher and higher you chase it. It's deep in your bones, go and take it. This is your moment, now is your time. So prove yourself and rise, rise. Make them remember you. Push through heaven. Rise, rise. They will remember you. Welcome to the climb up, reach for the summit. Visions pray the one false step lead the end. So higher and higher you chase it. It's deep in your blood, go and take it. This is your moment. Take to the skies, go. Prove yourself and rise, rise. Make them remember you. Push through heaven. Rise, rise. They will remember you. It is you fight among the dead beneath the dirt. Or do you know yet? Or do you want it? And when the giants call and ask you what you're worth, do you know if we don't die? Prove yourself and rise, rise. Make them remember you. Push through heaven. Rise, rise. They will remember you. Prove yourself and rise, rise. Pick up your weapon and face it. Rise. Deep in your blood, deep in your blood, go and take it. You chase it. What are you willing to lose? You cover your wounds, but underneath them, a million voices in your head that whisper, stop now. Another twist of the knife, a turn of the screws, it's all in your mind, and it's fighting you on yourself. The storm is coming. Wow, kid, what you gonna do now? It's your reflection looking back to pull you down. So are you gonna die today or make it out alive? You gotta conquer the monster in your head and then you'll fly, fly, Phoenix fly. It's time for a new empire. Go bury your demons, then tear down the ceiling, Phoenix fly. And now you're playing with matches, come out of the ashes underneath you. A million voices in the crowd, they're screaming, stop now. Well, let them swallow the pride, you're turning the tide to true believers. Got them in the palm of your hand, you're playing God now. What you gonna do now? It's your reflection looking back to pull you down.
seconds while you dream. A life never lives in peace. As you stand upon the edge, woven by a single thread, and fate may fall down upon you, while the devil is knocking right at your door. So are you restless? Each night you hear the drums roar. Awaken, awaken, the voice begins to call you while you hunger. A taste of destiny you're searching for. Awaken, awaken, the fight is at your door. Take up the cause. Verið velkomin í Flata bikarinn 2021 þar sem við erum að fara að vera með lið Vita og Pongu í leik 1 og síðan ætlum við toppbaráttuna á milli XY og Little People. Rosalega spennandi leikir í dag. Þetta verður súper í dag. Já, sko. já, já. Þetta verður toppbarátta eins og síðast. Engin Siggo eða Sölvi strax búin að ljúga ykkur að þeir ætla að vera með ykkur í allt. Hvað er heldina? Sölvi leik bara í opið á fólki í síðustu viku að Sölvi og Siggo myndi vera með okkur inn í dag. Já, það er bara, það sést bara við erum komin til að taka yfir. Við erum bara hér, Budget Dracos og Budget Caterol og við ætlum að taka yfir kastideski hérna í frá. Já, í kvöld. Í kvöld allavega. Já, þú veist, sjá hvort það Siggo og Sölvi ætla að ljúga meira á okkur eða ekki. Já, það fer eftir við ýmsu. En, Rosalega leiki. spennandi leiki framöndan já, leikur 1, Vita Pongu. og þetta er rosalega spennandi það sem Vita er þekkt fyrir að taka, Pongu er þekkt fyrir að taka niður Vita í deildinni. Yes, alveg sko, ég held að þeir eru með miklu betra, þú veist, individual performance í þessum best of 1 að það var Pongu verið frægir fyrir að taka Vita bara frekar auðvitað Já. ef sögufréttan sé rétt. Já, ef þetta fylgir klassíska spórinu. Mhm. Sem rosalega spennandi náttúrulega seinni leikurinn. Já, fyrst að Þetta verður rosalegu bengar. Þetta verður toppklassar bangar, sko. Það sem að, Bæði liðin í deildinni eru 4-0 eins og er, já, á toppnum saman. Áhugavert að sjá hvernig þið drafta, sko. já, mér finnst líka að fólk vera að slípa frekar mikið á Little People, sko. Þetta er rosalega sleppt á lið nefnilega. Já, ég er alveg, þú veist, XO er alveg að gera góða hluti og við erum búin að standa sig vel, sko, en, þú veist, Þeir eru nefnilega báðir top contenders og XY er meira svona fast í deildinni, eiga sinn stað í deildinni og Lil Peep er að koma rosalega sterkt inn þegar það sína að þeir eiga toppinn. já, þeir hafa náttúrulega líka alveg verið að keppa í deildinni í smá tíma, allir þessi strákar, sko. Já. Þú veist, þeir voru allir saman í MIQ og nokkrum fóru síðan til fylki og þetta verður bara æsi spennandi, held ég, sko. Sjá hvort það verður kannski orðið að rivalry í lok deildar. Já, það verður gaman. Það verður gaman að sjá hvort að þeir ná að þeir bleysa Dusty og að henda í, já, hafa XY Dusty rivalry. Já, það verður áhugavert að sjá. Það verður gaman, sko. En mér langar aðeins að snerta á leikjum síðustu viku. Það voru rosalegi bengarar en voðalega one-sided. Já, þeir voru það, sko. Þú veist, Jen og Little People voru, það var smá, ég vil ekki vera ofleiðilegur, það var frekar stórt jungle og bot gap. Já, maður sá einmitt eins og maður verið að tala um að drafta sterkt botside, drafta sko engage botside sem tekur yfir fyrir junglerinn, hjálpar honum á sköttler, inn í invades og bara algjörlega sjötta niður hinn junglerinn. Þeir voru að spila við Jeko sem er rosalega mikið catch or grab dæmi. Hann þarf að komast að stað og ná þessum core itemum áður en hann getur farið að ná resetum í fætum og algjörlega slátra fætum bara. Já, maður sá það líka bara sérstaklega fyrir Little People, þeir eru að drafta mjög aggressive
bot og jungle. Já, Það sem að gadget jungler þeirra er mjög mikið að, þú veist, drafta þess að engage champion, að Jarvan og Zac og þannig að hafa hann og engage champion með síðan sterkt botside sem að followar með honum sérstaklega í veitin til að setja niður. Nákvæmlega. Það er mjög stórt. það er það sem ég er að leita eftir og það var rosalega áhugavert að sjá að DN draftaði frekar weak side bot. Þeir draftuðu Nami Lucian sem hefur ekki verið að sína sig síðustu helgi. Nei, ég er eiginlega svona, ég held að Nami sé ekki málið, sko. Nei, Lucian samt er ótrúlega sterkur núna. Lucian er rosalega sterkt pick en hann þarf að geta isolate þetta single target damage. Já. Það eina engage sem Nami gefur hann er bubbleið, early game í laning phase, en það er bara ekki einfallega nóg þegar hann er sett upp á móti til dæmis Thresh sem Já. er með QE og langt inn í til þess að algjörlega njúka niður hinn AD-carryið. Einmitt, það er alveg sammála og líka, þú veist, eins og talandi um Thresh, þetta hefur alltaf verið mjög stable pick í competitive og þetta er mjög, þetta kitið hans er bara allt of sterkt fyrir competitive. Og Það þannig er að það. sérstaklega maður getur pera hann með Lucian, það er ekki endilega verið sem enchanter sem að allir eru að peka með núna. Nei, nákvæmlega. En þú veist, það er bara, þessi championar eru ótrúlega sterkir. Það er einmitt það að sko álitið mitt persónulega á þessu er það að Lucian er sterkari með nefnilega hard engage-inu sko. Frekar enn eins og enchanterum skeila mikið betur late en upp á það að vinna early game og með þessan early game jungler þá bara er hard engage bara eiginlega vætal í þessu. Já. Og það sást einmitt líka í seinni leiknum á Exi á móti Fylki. Já, það var smá one-sided rúst. Rosalega mikið. Já, og það var líka, sáum við Nami og Lucian inn í að Philios Thresh og maður sá það líka, þú veist, þetta var eiginlega bara Líka bara jungle pickin inn í þetta. Nami Lucian voru með ekki sterkt early game Kha'Zix pick. Nei. Hann þarf að komast á stað. Aftur á móti voru með Xin Xiao sem er einn sterkasti, ef ekki svo sterkasti early game jungler í leiknum. Já. Sem gaf þeim bara lítið. Þeir Einmitt. early game fights, þeir tóku 2-0 á Philiosinn, hyperskeilaði hann upp og það er ekkert sem þeir gátu gert á móti. Nei, það sást líka í highlighti þegar hann millin þegar hann one-shotaði bæði Oriannu og Morg bara með Nami á. Með ulti Q á Philios. Já, bara það var ekkert sem við gátu gert. Aphelios var komin í 2-item power spike, Silbo Collector og einfallega ultaði með Blue Gun og allir farnir sko. Þetta var búið sko. Þetta var búið. Þetta var eiginlega búið á 15 sko. Ja, þetta var búið mikið fyrir það. Já, kannski. Ég er smá biased. Ja, pínu. Bara smá. En aftur á móti þá munum við sjá vonandi svona sterka leiki hér í dag, ekki alveg jafn one-sided og vonum að þið drafti í sterkari early game comps sem gefur okkur Sölvastatið. Já, Fiesta-skorið. Fiesta-skorið. Það Sölvi er ekki með okkur að smá synd út að hann er legari, þannig að Já. hann strax búinn að ljúga. En já, það verður mjög gaman að sjá hvort að actually liðin drafti snemma early eða ekki. Já. Það er nefnilega sko, mér persónulega langar að sjá early game drafti. Já, ég er sammála. Maður hefur séð það bara, Exi tók þarna í þar síðustu viku, þá tóku þeir sigurinn í 6k gold deficiti, Já. en þá voru þeir einmitt með þetta hyperscaling. Þeir voru með Apheliosinn þarna og mér langar að sjá bæði lið drafta early game. Já, sérstaklega í leik eitt það sem ég langar mjög mikið að sjá Pongu drafta early. Já. Þú veist, drafta sterkt early út, þú veist, þetta er á móti, þú veist, AD-carry eins og okkur Umbrella, þú veist, þetta er einn af sterkustu AD-carryunum í deildinni eins og er og þú vilt ekki að gefa honum. Nei, þeir þurfa nefnilega að sjötta niður og Já. ég hefði á tilfinningu að bæði liðin myndi spila botside upp á boxside strongside, skilja toppinn pínu eftir og ég vil sjá almennileg play, ég vil sjá midroaminn, ég vil sjá jungle-ganginn inn í þetta botlane. Þú veist, sterka drekafæta, præfa að dreka, síðan swappa seedslinum á rétta staði. Þetta var áhugavert að sjá hvernig þið spilaði þetta. Já, þetta verður mjög gaman og ég held að, já eins og þú sagðir, þetta er svona, ég er að vona eftir, þú veist, sterkt bot með aggressífum jungler þannig að það verður mikið fighting og hækkum Fiesta-skorið alveg talsvert. Alveg þokkalega. Þegar kemur á leik 2 finnst mér aðeins ólíklegra að miskusti frá XY eða þeir drafti. Já, þeir drafta rosalega stable drafts. Þeir drafta þetta hefbundna front to back, þeir drafta sterkt frontline á topplaneinu, control mates á mid, early game jungle, sterkt bruiser, Xin Xiao eða Jarvan og síðan sterkt scaling botside. Já, einmitt og sérstaklega ef að Cookies fær að Philios þá er þetta eiginlega bara, þá býðum við bara eftir að hann verður sterkur og hann vinnur fyrir að leiki seinna sko. Nákvæmlega. Það er einmitt bara Aphelios í metainu í dag, þá er hann rosalega mikið komast bara í 2 item og eftir það þá er lítið sem hitliðið getur gert nema að sé að spila full dive comp. Einmitt.
Og þá einmitt kompromæsaður þessu 5v5. Já, allan daginn, sko. Þannig að það verður mjög gaman að sjá og, þú veist, það verður bara spennandi. Ég held að þetta verði góði leikir og er að vona eftir því, ekkert eitthvað one-sided, mikið aggression. Við viljum sjá heiðarlega spilamennsku Já, og rosalega sterka jafna leiki í dag. já, ég er ekki að nenna þessum aftur búið á 10 mínútum leikir. Nei, þeir eru ekkert það skemmtlegir. Nei, það er ekki gott fyrir content, sko. Nei, Ég meina, nefnilega ekki. World-spilarinn er að qualifya til að keppa í íslensku deildinni, sko. Nákvæmlega. Þannig að þau eru að sína hvernig þetta er gert, sko. Sérstaklega það sem eru allir að koma til Íslands og Til að keppa í flöðudeildinni, það er ekkert. þeir eru ekki að spila Worlds, þeir eru að Nei. taka flatadeildina sko. Það er ekkert starra en flöðudeildin, sko. Flatadeildin er náttúrulega að fara að pakka henni saman, Easily, sko. léttilega sko. Þú veist, þetta það er ekkert question about it, sko. Nei. En eins og við vorum að heyra, þá er champsögut að byrja. Áhugavert að sjá, Vita, first pick. Vita Blue, Pongu Red. Gaman að sjá hvernig Buns verða, sko. Ég er eins og þess að þú veist, þetta verður, ef ég væri Pongu þá myndi ég targeta Buns á Kitta og ef ég væri Vita þá myndi ég að reyna svona að taka út sterku pikkinu á Hafrófa sem hann er mjög sterkur fyrst og síðan kannski fara að targeta topplinni hjá þeim líka. Já, Reyna að koma Mr. Man af comfort picks. sjáum við mitt hérna fyrsta bannið Fish. Þeir eru að reyna að lokka út AP Assassin mitt upp á það að hann get ekki bara rómað og einmitt kickstartað þá hinum leinunum. Þetta verður, já, slow draft eins og er samt. Já, rosalega slótraft. Já, vorum að heyra að fyrsta bannið er ekki mist, það er Xin Xiao sem er, já, einn af þessum early game óþægilega sterkum championum sem við vorum að tala um. Eins og við sáum, já, Lakia í síðustu viku algjörlega bara spóla yfir á Xin Xiao. Já, hann gerir það svo sannarlega. Þannig að, já, þetta verður svona gaman að sjá hvernig þeir transitiona núna eftir að þeir eru búin að banna út Fissin hjá Höfrum, ætlaði að banna Kindriðina, Nocturnin, hann er ennþá með nokkur, Sterk og stable picks. já, spicy. Lissandra Second. Það er áhugavert að sjá að þeir eru að reyna að lokka út Burst AP mitt. Já, mér finnst Lissandra áhugavert og líka síðan Ólafinn núna. Ólafinn líka, þetta er svona, þetta er eitthvað svona, þeir vita sem við vitum ekki, sko. Já, þetta er rosalega mikið inside knowledge býst við. Já, ekki nema að vita að það er að plana að drafta eitthvað, þú veist, LeBlanc eða eitthvað, já, þannig kemur Nocturne bannið sér töluðum um. Já. Mjög, já, þetta var svona eitt sem ég vildi líka fá í burtu frá Hævara, sko. Mm. Þú vilt ekki vera að gefa hann þessi 2 pick, hann er mjög fljótur á taki við leikum meðan hann fæði þessi 2, sko. Líka Nocturne level 6, það er engin lane eru safe. Nei, það er ekki hægt að spila 1-1 eða dæfa eða neitt, sko. Nei, það er líka, bara í objective fights þá lokkar Nocturne svo rosalega mikið út vision. Að það er einfallega bara ít á ult og all liðir skattirar. Og síðan tókum við út af Helios. Af Helios, einmitt það sem við vorum að tala um. Það verður áhugavert að sjá hvað þið myndir pikka á botlinu það er frekar. Hvort þið fáum að sjá Tristanu kannski upp á hyperscalinga á móti. Já, það verður gaman, það fyrir bara eftir hvað átt Vita ætlar í, sko. Það er alltaf að taka við og tóku Viego mjög sterkt pick eins og er, þú veist, segir ekki neitt, sko. Samt catch og grab. Já, en þú veist, núna, þú veist, hafa Pongu opportunity að punisha. Og er þetta Tryndamir mitt? Við getum verið að sjá Tryndamir mitt. Þetta er Tryndamir eitthvað staðar og Amumu. Ok, Amumu getur líka farið support eða jungle. Rosalega sterk flexpick hjá þeim. Þetta er ógeðslega góð flexpick. Þetta líka gefur Vita, eins og ég var að reyna að segja áðan, er að þú veist, Viego, þetta sýnir ekki neitt. En núna Pongu sýnir ekki neitt heldur. Allt getur verið alls staðar. Nákvæmlega. Þannig að Þrátt fyrir að Viego hefur verið kastaður pínu út úr lane. Hann var nerfaði þokkalega hart í laneum. já, satt. Þannig að það verður gaman að sjá hvernig þið ná að, þú veist, hvernig þið ætla að fænlega skoppið. Jhin er áhugavert. Ég er ekki mikið áhuga maður af Jhin, en þetta er Aqua Umbrella og Jhin er comfort pick hjá honum. Já, ég er samt ekki mér líst ekki vel á að sjá Jhin inn í Amu. Nei, ekki heldur. Nei. Ég er alveg sammálaður, en þú veist, þetta er svona, Sérstaklega ef hann er flexaður á botlane. Jhin er low mobility Já. champion, að hann á erfitt með að díla við tanka. Nema hann komi bara hyperscaling ahead, skiljur við. já, Hann þarf að vera 3 item undan tankinu til að geta eitthvað við hann. einmitt, og síðan er líka geta þér svara með einhverju eins og núna, þú veist, ok, Jhin Morg. ég ætla að fara að segja að Ashe væri gott pick botlane til að íta Jhin ennþá meira út úr leini, en með Morgun er það aðeins, Kalista pick. Við erum að sjá hérna klassíska Jhin Morgana kombo inn í Kalistu. ég er að fíla þetta, sko. Ég fíla Kalista picki líka. Og það þeir eru ekki ennþá heldur búin að sína support, sko. Nei. Og þarna Burrito er mjög
þekktur Rakan-spilari. Mm. Þannig að þetta gæti verið, þú veist, jú, þeir eru ennþá að flexa, þetta gæti verið Amumu, Mm. eða eru þeir að fara að henda í að taka Rakan á fourth. En við sjáum samt einmitt líka hérna, bara strax drafti hjá Pongu, þeir eru að drafta, ef þeir flexa Amumu inn í hvort sem séu support eða jungle, þá eru þeir með sterkt botside. Já. Þeir eru með hard engage-ið, Amumu er með, þegar að hitta level 6, er 3-4 sem það stunlock, ekkert Já. sem þeir geta gert. Þannig að líklegt á að Jhin þurfa að reyna að cleanse. Já, ég meina samt sko, líka það er að, þú veist, Jhin, Morgana, þetta, þú veist, sérstaklega þú ert með Kallistu, þá er svo öll fyrir hann að dodga þessi skillshots. Mm. Og þú veist, þú ert ekki með, eins og ert ekki með neitt lockdown á hana, Nákvæmlega. þú veist, það sem að hún getur bara verið að fara að spila fyrir vill og það er enginn sem er að fara að halda trenda mér aftur á bak. Nei, við sjáum einmitt hérna Jarvan pickið, eða Jarvan bannið segi ég, til þess að lokka einmitt út það að Mumu sé support. Já. Það sem Kalista Mumu Jarvan væri rosalega hættulegt kombo. Það væri super hættilegt. Aurelius Silas bann á móti. Rosalega verið að, já, þeir halda að vísu kannski að, Ég meina það eftir að pikka, þú veist, maður þarf að búast við þetta sé Viego jungle. já, Og þá að banna sérstaklega þessi 2 flagspeikur, Silas og RLA geta verið að spila bæði topp og mid. nákvæmlega, Og þú veist, þetta eru mjög góð bönd, en annað líka á fínt móti. bann. En núna er spurningin, ætla þær að taka Amumu support eða ætla þær að taka Amumu jungle? Það væri áhugavert að sjá, þeir eru með Ég myndi virkilega fíla Rakan hérna. úr Rumble. Þetta er náttúrulega, Tetis er ég nokkuð vissum að sé í line-upinu þeirra, hjá Pongu. Og Tetis Rumble er scary, sko. Nákvæmlega. En þeir eru líka ekki ennþá búin að sýna hvar Amumu er. Nei. Aftur, ég væri mjög sáttur með Rakan hérna, sko. Mm. Þú veist, Rakan myndi gera rosalega gott fyrir þetta line-up. Lítum bara á late gamein. Þeir eru með Rumble ulti inn í Amumu lockdownið og þá Rakan á undan. Já. Þetta er rosalega stórt engaged komp ef þeir runna Rakan. Heimer er hins vegar interesting pick. Það sem mér finnst þetta að vera mest useless champion í leiknum. Samt sem áður, þetta gæti verið bara svar við Trindan við mitt. Já. Ég myndi halda að þetta væri svari við Trindan við mitt, búast við að hann sé að fara að þanga og þá geta þeir aftur á móti flexa. Talon. Þetta er þá Viego topp myndi ég giska. Já. Það sem að Talon var í junglinu. Og Talon hefur verið að sjást meira og meira í junglinu núna í metaðinu. hann er mjög ógeðslegur í junglinu, sko. Þannig að þú veist, já. En núna er ég ekki hægt að setja Amumu jungle sem að tala mun bara vera... Mobility er rosalega hart en Já. þeir eru með rosalega mikið af flexpicks. Ég myndi taka Rakan eða ætla að taka support hérna, sko. Nei, Amumu er að renna einmitt support. Og ég var að tala með þetta áðan á bakvið senuna að það er rosalega áhugavert að sjá að þetta er með öllum líkindum mathematical set. Hver er þá jungle? Já. Mhm. Kannski er hann að renna Rumble jungle. Já, þú veist, ef þetta er Tetis þá get ég alveg trúið því, sko, en mér fannst Pongu eiginlega henda draftinu frá sér með þessu setpicki, sko. Eða, þú veist, ekki nema, þú veist, ef að Mumu fyrir jungle, þá tala hún eftir að hafa mjög góðan tíma að bara inveita og stoppa hana sem að... En samt sem áður, þetta getur líka verið að renna set support. Set support, Rumble mid, Já, mid þá top. Já, þá er aftur að Mumu í jungle sem mér finnst ekki vera, mér finnst það vera svona smá iffy. Hann er iffy pick en þegar hann nær almennilegum, þegar hann er Priolins. Já, satt. Og hann er náttúrulega með... botlane er að drafta í Lane Kingdom. Kalista er Lane Kingdom champion. Þannig að mér líst alveg þokkalega á það að sjá Mumu í junglinu þar sem hann mun vera rosalega enablaður. Já. Og þetta sterka engage hans er bara alltaf sterkt. Það er að segja í Sheshiwise. Og líka, þú veist, inn í Morganu, sko, þú veist, Morgana getur bara blackshieldað einn. Og þú veist, ef hún blackshieldar targetið sem er hita Q-i þá últar hún náttúrulega bara hina, sko. Nákvæmlega. Já, þetta er, ég er draft finnst mér vera Pongu favorite. En Já. mér fannst þeir eiginlega hendis í burtu með setpickið. Mér líst alveg ágætlega á setpickið. Ég væri til í að sjá mathematical set þrátt fyrir að hann sé support. Þá getur hann ennþá byggt í þessi tankatum sem enabla töðaldafið hans. Já, ég myndi nú bara vona að þetta væri frekar settin í Viego, sko. Já. Ég held að það sé gott matchup fyrir set, sko. Já, þetta er kannski rosalega stable matchup þar sem Viego er náttúrulega með alveg fáralegt sustain. Já. En samt sem áður líka ef þú lítur á late gamein settin, ef hann er komin í þokkalegt build í mathematical þá er hann einfallega að fara að últa inn
en aftur á móti þá er Morgana að countera það, en hann getur últað inn og reynt að one-shota Adkeri. Já. Það sem Jhin er low mobility champion og þá verður áhugt að sjá hvort að Jhin ranni Gale Force eða Eclipse. Já, ég vona að hann ranni Gale Force, sko. Ég held að hann hefur ekki mikið option. Nei, það væri rosalega mikið að kasta leiknum frá sér og væri að ranna Eclipse. Já, þetta er, þú veist, Pongo er með mjög mikið CC og single target burst, sko. Og það sem að líka, eins og með þetta Viego pick er að það verður erfitt fyrir hann að gera eitthvað nema þeir náu pickum, sko. Nákvæmlega. Það ef þeir eru að ná pickum, þá er þetta gott draft hjá Vita, en ef að Pongo heldur bara control og er bara að engagea, þá held ég að þetta verður erfiður leikur fyrir Vita, sko. Já, það er einmitt það sem við erum að sjá að kannski halda í tölunum bara. Já, og mér finnst líka, þú veist, þessi solo-leinar sem eru hjá þeim eru frekar sterkir, sko. Ef þetta er sérstaklega, þú veist, Tryndamir held ég hafa gott matchup inn í bæði, það er svona þú veist, hann fer even á móti Heimer, en þú veist, Heimer er aldrei að fara að outshow hann, sko. Þannig að, já, þetta er kannski bara svona að reyna að aima for even, Já, bara handshake en við erum hérna að henda inn í leikinu og við sjáum að Sosa er mid. og það er pause. Það er pause. I like. Byrja vel. En sjáum við hérna einmitt, já, Tryndamir er mid. Flassaði Sosa. Var ég að sjá það rétt? Ég held hann hafa flassað. Alltaf þessi krónubreak. Það fer eftir bara reglu gerðum hvort að þetta sé krónubreik eða ekki, sko. Og það veist, ég veit ekki, flati galdrar eitthvað, sko. Lítur að vera. En eins og við sáum, allavega ég er rétt svo sá að þetta er Tryndamir mid Já. sem, já, við erum að heyra það að það er sound issue hjá Kuhn þannig að við þurfum að bíða aðeins. Já, þetta var ekki, og við þurfum ekki að bíða mikið lengur. Nei. Það veist að þetta er bara fixed. Flati með galdrana, sko. Ég er Þannig að sjáum við line-upið, já, Amumu jungle, nei, Amumu support segi ég, Rumble in jungle, set top. Við erum að sjá hérna einn veit. Já, smá erfitt samt að einu veit á morgunni sem þeir, já, bara positionuðu sér rétt og biðu. En já, það er rétt hjá mér, Sosa flassaði. Já, þetta er Heimer top, Talon mid. Já, þetta er Talon mid inn í Tryndamir. Ég veit ekki hvað mér finnst það matchup. Það er allavega erfitt fyrir Talon eftir 6. Já, ég meina hann getur, ég veit ekki, þetta verður áhugavert að sjá hvernig þetta verður spilað, sko. Síðan eins og ég talaði Jhin þarf að reyna cleanse, ekkert sem hann getur gert í því, þar sem þetta er á Mumu-mótunum. Já, og það er náttúrulega Morgana er forst að fara exhaust fyrir annarkvort Tryndamir eða Sett ef hann skildi ekki komast inn eða Kalistu og Kalista fyrir off close, þú veist, það er mikið af threats hjá Pongo, sko. Já. Sérstaklega fyrir þessas low mobility, þú veist, karja hjá Vita. Þetta er rosalega opposite drafts. Þetta er rosalega safe play hjá hérna Vita. Þeir eru að spila til þess að disengagea engageið hjá Pongo. Pongo rosalega sterkt engage-leik. Já, alveg svaka, sko. Ég held að á minnst early fyrir hann greiði Sett mun ekki vera mjög gaman, sko. Nei. Sjáum við hérna early trade, ætlum að fara að killa hann. Flassar inn og nær honum. Þetta er einmitt styrkurinn hjá Tryndamir mid. Stakkar upp krittið. Þetta var svo skillful kritt hjá honum, sko. Rosalega. Hann spilaði undir þessi 35%, sko. Hann bara vissi að þetta var orðið 100. Hann var að tellja auto-attackinn, sko. Sjáum við hérna Heimerinn hlaupa inn í junglið. Það negli bara words ekki það. Engin shenanigans í gangi. Já, líka að taka eftir þetta Tetis Adhikari. Ekki á Rumble. Já. Ég bjóst ekki við því. Nei, ég heldur. Kánumvélag 2 reynir á engage, ekkert sem gerist. Flott dodge hjá þeim. Og aftur engage, nær honum. Ætla að sé þess virði. Hörnar healið. Rosalega gott þegar Tryndamir á Morgunu. Halda áfram. Hittalega 2 núna. Já, þetta var samt heal trade, sko. Þannig að ég er ekki viss hvort þetta var Ekki alveg þess virði, en þeir eru ennþá aftur með push lane. Já. Sjáum hérna Rumble hlaupa inn í red side sitt. Báðir að klíra efra kvotrunnið. Gæti verið að fara að ganga. Hittir. Erfitt að sjá hvað gerist, sko. Já, ég er að búast við að, sérstaklega sem að spila bara topside, er að Havra náði líka resetinu, sko. Þannig að þú sér það að Talon er að stakka veifi hérna fyrir fyrsta sköttlerinn og sér líka það að Kuhn er strax byrjar eitthvað að skoða hérna
farin að skoða topsætið. Rosalega hættulegt spil hjá Vita. Já, en Kuhn líka skipaði einum kampi, hann tók ekki krökk spotside. Sem því að hvort hann ætli bara þá að treyta á tveim Skötturum fyrir það. skötturum fyrir það, sko. Eða hvort að botleini hjá Vítan að íta Kuhn frá botside sköllur. Við sjáum að þeir að færa sig í sköttlurinn, sjá að Rumble að taka resettið og reyna að ná honum, en hann engage hann núna og Vigo með. Já. Ekkert sem gerist. Rico var með Vigo hlýðin á sér. Flass inn. Nær honum ekki alveg. Hann er að spila á línunni, sko. Þessi maður hefur, já, eins og fólk segir. Sterkt. Sterkt, stóra, Botlaneið að taka fyrsta resettið sitt, 2 longsword á Jinnin. Fínt start. Já, og líka Krabbi er að fá hérna ennþá meira XP með því að grípa þetta myndvöf sem náttúrulega er risastórt fyrir hann, sko. Að fá þetta auk XP fyrir Rumble til að komast, þú veist, þeir eru even núna. Ég hefði viljað sjá Rumble hins vegar bara fara strax í boots í staðan fyrir að kaupa þetta Amptom, bara fara strax í Sorksjús. Já, hann þarf einmitt þetta mobility sem boots gefa honum. Já, increase clear speed hans líka, þú veist, alveg svaka mikið, sko. Náttúrulega, sko. Það er einmitt Viego er rosalega fljótur í clearinu og rosalega fljótur að komast af stað. Já, en þetta eins og er þetta svona, þetta er, þegar við horfum á CS-tölunar, þú veist, það er set ahead, það er vega að krassi hjá honum meira að segja, mid er even, bot er aðeins meira favorit að Vita sem er stort þegar við farið hérna undir, þegar bara eftir hversu mikið það nær. Og síðan er náttúrulega bara Rumble að farma. Við sjáum, ég fíla ekki að Rumble sé að fara í toppkampið sitt núna. Drake er að spána upp og þeir eru með huge wave stakka á botlinu. Væri auðvelt fyrir það að renna niður núna, taka þarna gott trade og fara síðan bara beint í Drake'an. Já, en við sjáum midgang. Sjáum, ætla að re-engage í? Nei, hann hleypur einfallega út, burnar ghostinu. En hann chasear og Rumble er hinn með einu hotnið. Ekkert sem hann engagear. Lítið sem hann getur gert. Það var beint fyrir aftan og þetta er easy pick fyrir Vita. Nei, hann flassar út og... Gott flass, Heimer var líka með veifið sófað, þú veist. Hann ætti aldrei að vera með neitt fræ á topplane, sko, þannig að það er mjög erfitt að make a play. Stórfinn gets á Momo, ætla að ná honum. Flass inn hjá Kalistu. TP. TP í bak frá Heimer. Heimer flankið. Við höfum matchað TP frá Sett. Tettis einfallega pikkaðar af og Settin kemur inn. Hann er Hann level nær 6. Heimer á móti. Ég vil sjá 12 flass. Hann var að passa þessi stíkina. Hann með 2 alltaf. Nær honum ekki alveg Ó. flassin hjá Momo og nær honum. Lifir hann? Næstum. Við sjáum þau eru allir að klopsa og Settin er algjörlega farinn. Það er ekkert sem hann getur gert á móti. Hann er einn, sko. Tryndamere hins vegar náði að pusha inn veifinu og er að ná fyrsta pleytunni hérna. Það er fínt líka fyrir toppsætið. Við sjáum það er stórt veif að pusha inn. Já. Resettast og ætti að vera slow pushað inn í Settin tilbaka. Nei, og sér líka það, þú veist, ég held að jafnvel þótt þetta var 3 fyrir 2, þá held ég að þetta var samt worth it fyrir Pongo þar sem þú sérð að, þú veist, Heimer veifið er að bánsa tilbaka og síðan nær Kalista að catcha þetta veif líka. Þannig að jú, þeir fá kill advantage á Vita en, þú veist, CS-munurinn er að fara að counta í solo lanes. Já. Og líka Rumble er núna að inveita að vera, já, komið við ahead. Pongo er hægt og rólega að koma sér upp í 1k gold lead. Við sjáum að þeir eru að hovera í kringum Drake. Þeir fara að reyna að make a place. Vision junglerinn og rosalega gott trade hjá Sosu á Settin. Já. Hann re-engagear með Rumble hliðin á sér, ult niður á Heimer, ult niður á Rumble, hvað gerist? Hann hefur einfallega ekki damage í þetta og Turret er bara algjörlega murkar hann, ekkert sem hann getur gert. Já, hann náði ekki að overheata. Nei. Það er smá erfitt og það er hitta bændinga á Momo og hann er líka einstaklega í kött. Það er bara Gæti verið alltaf falla niður hjá Pongo. alltaf fara í vaski. Þetta gefur mjög auðveldan drega. Tryndamere er að pússa mid, getur ekkert svara einn á móti öllum. Kalista er ein, reyna að pússa aftur út og ég held ekki hann testa ekki nema að fara inn á talunni hérna. Hann er með full stakka. Hann er með full stakka og ulti. Hann veit að Morgan er hliðin á honum. Hann bakkar aftur út. Ekki sniðugt að reyna að kontesta þetta fyrir ekki neitt en sjáum að goldlitið er komið núna nánast í hnífjafnt. Já, það er, þetta lukkar ekki vel fyrir Pongo með hvernig senstu 2 fights eru búin að fara þar sem að Pongo er
ekki að ná að execute og eru síðan kottana að Mumu botlane. Nei. Ætli að reyna að engagea hérna, vitandi að ætti að vita að Mumu er að koma aftur, þannig að sjáu þeir hann og þetta er að Mumu er aðeins eftir á. Alveg þokkalega. Já, Lítið að gerast núna en Herald er komin upp á staðinn. jafnvel þótt þessi búið explosive og sér það strax líka að, þú veist, Rumble kom með lead og bæði topp og mid eru komin með stórt CS lead, sko. Hann geitsar hann núna. Lítið sem þessi talun getur gert ef hann hefði ekki náð slóðuna á hann þá hefði hann bara einfallega táið af hann og ekkert sem Já, báðir sums uppi hjá honum hafa bara verið ghost og dive, sko. ekkert annað sko. Og þetta er einmitt að með taloninn er að ég veit ekki alveg hvernig hann á að koma sér meira inn í leik nema já, Pongo overforce svona aftur. Já. Það er einmitt settinn nær aldrei að pússa út á móti Heimer. Hann hefur einfallega ekki engageið og damageið en það er Morgana Q hittir allir að reyna að engagea á þetta. Nei, Ekkert sýnist bara að vera gott pók samt, sko. Fínt pók á Tetris. Það er Rómi topp, hann poppar Ghost. Hann Hann er spottaður af Vision. Hann er Já. með flash ennþá uppi og ulti líka og hann fer strax engagea hann. Ulti niður í Heimer. Ekkert sem gerist, Rumble fyrir hann líka niður en allan pikka hann off. Rosalega low. Já, og síðan eru þeir að tapa fight í botlinn á sama tíma. Ghost notaði, ég er ekki Mumu alveg viss chaseaði hvað niður, gerðist. ulti niður á Jhin, ekkert eftir að því. Og Mumu er ekki með flash. Hittur á bindinginu. Já, Morgana Q ætti að vera að koma upp og hitta hann. Forshot uppi. Einfalt pikka á. já. Og síðan eru þeir að vera forsaðir af Herald topp. Talon út niður, ætlaði þessi instantly settaður. Ekkert sem sett get gert tölda eftir en Viego er bara að vera Viego. Já, hann, Útti resettið, ekkert eftir. það er ekki að lúkka vel fyrir. Rosalega explosive. Goldlítið var fyrir 2 mínútum jafnt. Já. Og eins og staðin er núna þá er Vita við stýrið. Já, þeir eru alveg bara búin að taka yfir stýrinu, sko. Þú Já. veist, þetta er ekki eitthvað sem að Pongo vildu. Nei. Eða maður vill náttúrulega ekkert sjá frá Pongo. Maður vildi fá þetta clean early games and transitiona síðan yfir teamfights fyrir objectives. Nota R-takkana sína. En það er einfallega Kallistu-leinið sem reiðir sig rosalega mikið á það að vera sterk early. Það er ekki að ná að komast jafn harkalega staðir vildu en að Mumu er komin í level 6 og við sjáum hvað gerist þá. Heimer transition er yfir á mid kannski. Nei, fyrir topp og halda áfram í Talon Tryndamir matchupinu. Botlínni er að pússa, gæti verið að þeir negli í dæfið. Að Mumu ulti uppi, að Mumu flash uppi. Þetta lukkar eins og miklu betra dive. Líka Rumble ulti er uppi, hann er örugglega að fela sig í runnanum á milli towersins. Já, þarna er hann. Og Þetta verður scary dive. Ég vil bara sjá að einfallega Mumu bíða bara eftir flash flash R. ulti. Bara flash R. Hittir ekki kúinu en revílar dæfið og Morgana ult kemur niður og þeir fá ekkert fyrir þetta. Þetta er allt að falla niður hjá þeim. Við sjáum hérna að Tryndamir koma og þeir ætla að negla í forvæn dæfið en Talon er með og Rumble ult kemur niður. Ætli ná Morgunu, Sonja sar niður og Tryndamir er fastur í tárin en Talon kemur tilbaka og Tryndamir ulti poppað og ekkert sem þeir ná einhver fyrir þetta og Tryndamir pikkaður off, að Mumu ulti niður, pikkaður líka. Rumble pikkaður aftur líka og þetta er rosalega sterkt fyrir Jinnin og sjáum við eitthvað á höndina hann með ult resettið og býst við að ná hann stönn niður. Nær hann ultinu? Já. Þetta er allt að falla niður fyrir Pongo. Ok. LOL spilarar. Það er alltaf í lagi að íta á F-takkan. Sérstaklega þegar þeir eru að forsa svona dæfi. Þetta hefði verið svo miklu betra eins og við tölum hefði að Mumu bara íta á flash og R. Áður en Morgana hefði náð skildinu niður og Þetta þeir var- hefðu átt að bakka strax leiður Rumble revíla sig. Já. Þá instantly færi Viego sig niður, er nálagt og Talon líka og þeir voru bara instantly settaðir og ætli þeir ná ekkert fyrir þetta og ég sjáu bara að Viego er komið tvenlega um að hitta þetta og þetta er akkurat það sem þú vilt sjá á Viego. Einmitt. Þú veist, það er líka eins og við tölum áðan. Þú veist, Rumble var með svo stórt lead. En það er eins og Pongo þori ekki bara að íta á go-takkan hjá sér, sko. Nei, þeir eru að hika rosalega mikið þegar það kemur að engageum og hefðu þeir instantly, eins og ég segi, instantly bara góða þetta 3-man dive eða beðið eftir Tryndamir þá hefði þetta strax verið betra og kannski hefðu þeir ekki náður í törninu. En Já. sjáum hérna fight niður á Tetris, TP niður á Sósu, ultið og hann er einfallega pikkaður off. Setti mættur, þetta er að breytast í Counter 3v3 TP, 3v3, eins Tryndamir og Talon færa sig niður, ulti á Viego, Hann er það með 12 settu þetta
Flassar nær hann ekki alveg, sett pikkaður off, Tryndamere á baku Sósu. Sósa í 1v3 en liðið hans að koma inn, flassar út nær því. Og þeir eru bara að hlaupa. Ekkert sem ég geta gert annað en að hlaupa og Rumble ætti að vera pikkaður off hérna. Tvöfaldar inni á Jhin og hann nær honum. Ekki alveg, en þetta þeir eru alveg búin að missa allt. Allt tempó sem þeir voru með og early game kompið þeirra ekki að gera neitt fyrir þá. Við vorum að tala það að það komið 2K lead á 10. mínútu, það komið upp í 6. Já. Og þeir eru 2 dregum undir. Ég held að ef að Pongu nær ekki bara nokkur miracle fight, þá held ég að þetta sé bara fljótur til feedskjár fyrir þá, sko. Rosalega, en það gott að benda á að Vita með rosalega sterkt teamplay. Þeir eru rosalega fljótir að svara öllum fightum og öllu sem Pongu gerir af því að þeir eru svo mikið að hika. Já, þeir eru myndið fá þetta tækifæri til þess að hoppa inn og gera það sem bara counterplaya. Einmitt, það Pongu með þetta super engage cop en þeir þori ekki að góa bara. Nei. Þú veist, í þessum situations þá ekki hægt, þeir eru búin að bíða það lengi, það ekki hægt að bíða eftir fullkomlu stundinni, sko. Þú verður bara að íta á takkan. Þetta sko, já eins og séum núna, gold difference, sko. Þetta er 2K á Atikariðanum diff. Þetta er rosalega erfitt að sjá, sko. Þetta er 2000 jungle og Atikari og þú veist, eini staðinn sem þetta er close er mid. Þú veist, og það er einmitt Tryndamere hefur fyrir, hann er engaged á núna, hann er með ulti. Hann tapar treytuna harkalega, Talon getur re-góað. Sýnist ekki. Já, Talon er komin Guardrengir þannig að hann getur tekið þessi styrtu trades sem að Tryndamere er búin að vera að taka. Hann er komin í þetta brúset build og rosalega erfitt að svara Talon núna. Næri einfallega ekki að bursta hann, en reyna kannski að pikka hann off, hittir tvöfaldafi, Rumble ulti kemur niður að klíra veifið. Og þeir eru bara rosalega mikið að spila á afturfótunum. Já, svaka. Þetta er ulti kemur niður á Jhin, reynir að pikka hann off, hann þarf að hitta kannski einu skoti en hittir ekki. Já. En þeir eru einfallega bara að við viljum sjá Vita transitiona yfir í 5v5s núna. Reyna að ná pikkum early on. En Rumble ekki með ulti, Amumu með ulti, hvort þeir reyna að gera eitthvað hérna. Ég myndi gefa towerinn. Já, gefa towerinn. Fáum ekkert fyrir þetta af því að ef Rumble er lokkaði niður þá ef Viego fara að hoppa á hann og hann er instant í poppaður. Nei, einmitt eins og töluðum í draftinu fyrir Viego og þá þarf hann að ná þessu lockdowni og þeir eru búin að vera að ná að catcha þetta og Pongu bara ekki að vera nógu aggressífir eins og þeir eiga að vera. Nákvæmlega, þeir eru að spila hyper-aggressive komp og þeir eru bara ekki að spila eftir því. Já, Pongu þarf núna bara að slaka á fyrir næsta drega og ákveða hvort þeir ætla að fæta þá ef eitthvað gerist eða ekki, en þeir þurfa annarkvort að ákveða hvort þeir ætla að gefa fæt fyrir þennan drega eða hvort þeir ætla að bíða eftir sól. En þeir þurfa að leita af fæti og forsa. Annarkvort verða það fyrir næsta drega eða hvort það verður fyrir Baron eða sól. Þeir þurfa bara að ákveða sem fyrst. Þeir þurfa líka að establisa vision og sett tekur hann rosalega slæmt treyt. Þetta er einnig það sem við vorum að tala um. Hann getur ekkert komist inn á hann og hann hefur ekkert damage til að klára hann þegar Heimer poppar úti. Tryndamere er komin inn, hann er með flassina sér að dætt upp, Heimer úti kemur niður, Turretið enn og aftur. Og þeir ná ekkert að chase hann í gegnum það. Hann er alltof safe. Hann er komið með gullið fyrir Luden's Echo og hann er með stakkað Darkseal. Þannig að það verður rosalega erfitt að sjötta Heimer niður þegar hann er komin í defensive lockdowni sitt. Og Morgana er hérna, reynir kannski að hitta Kui á settin, Jhin líka og Talon og Viego eru á leiðinni. Það er rosalega erfitt að sjá, Morgana ulti kemur niður, settir fullstaka tvöfald af instantly poppaði, Rumble er alveg fastur, ulti á Talon, Dævan og Viego bara að kikka inn aftur. Amumu er að reyna að vera eitthvað hérna á toppsætinu en allt og seint. Já, bara hreinlega óseint eins og við erum búin að vera að reyna, þú veist. Við erum bara að segja þetta aftur og aftur. Pongu er bara ekki að íta á takkana sína. Þeir eru ekki að íta á takkana sína. Þú veist, ég veit að þetta hljómar frekar auðvelt, sko, en þeir þurfa bara að gera eitthvað. Þú veist, þeir eru bara að fara... Tryndamere reyna að forsa hann að fæta. Hann getur unnið hann ef hann heldur sig við hann. Hann er með flassið. Flassar eftir hann á nær honum en allt í því er í kringum hann. Kalista er með, Amumu er með, þeir getur ná einhverju pikum hérna. Hittir ekki kúinu en núna fara þeir að hlaupa, Vita. En Jhin er hann alltof sterkur, þetta forsett til að 300 damage á Kalistu og tæp á að brokka sílbúin hennar sem væri rosalega slæmt. En Viego er hérna komin yfir í Herald, Morgana með og þeir eru með fullt vision í toppsætinu hjá Pongu og þeir munu sjá nákvæmlega hvenær þeir koma inn og geta countera hvaða play sem er. Já, en núna er þetta að koma að þessum þriðja drega að þeir eru að fara að fæta fyrir Soul Point og núna þurfa, eins og ég var að tala um á hana, þeir þurfa að ákveða hvort þeir ætla að fæta núna
eða hvort þeir ætla að fæta fyrir næsta. Og sjá, þeir reyna að engagea en Black Shield á Jinninn og hann reynir kannski að kúa inn en hann er bara sérsjálokar alveg niður og Galeforceaði niður. Núna er þetta komið að Tetis exhaustaður á móti Jinn Morgana. Tryndamir kemur inn, ekki hitti binding en Viego er með Herald, TP inn, Tetis instantly poppaður og Viego tekur resetið. Hann hleypur einfallega í burtu þessi set. Hann engagea á Rumble-inn, ætla að ná honum, poppar. Heimer er með, Rumble-uti kemur niður, hann er alltof langt á eftir. Talon kemur og chase hann niður einfallega. Ætla næra að hlaupa með chillingsmætinu. En við sjáum aftur, Havrar poppar ultinu sínu, þeir ná kannski Morgunu en Jinn er ennþá og Viego er til staðar með Heraldinn, þannig að þegar þeir tapa þessi trade og þurfa að resetta þá er þeir einfallega að fara að pusha niður middið en Amumu kemur aftur á móti en Heimer er að splitta, gera það sem hann gerir best. Þeir eru með full control inn í mappið, inn í hlutan þeirra fyrir drekan. Þeir reyna ekki að ná charge hérna og að vísu öðru charge á inhibitor turrets en Reyna að ná 2 turgeum, reyna kannski að ná niður að minnstakosti þessum tower fyrir næsta. Nei, þeir ætla bara að fara í hlaupa og klína út junglið. Tetis eitthvað rosalega overextendaður. Hann er með liðið sitt á bakri sig en hann er ekki með ult til að engagea með Amumu. Amumu er að vísa með flash ult. En við sjáum hérna að Talon er eitthvað lurkin. ætla að reyna að engagea set. Viego er á Amumu. Rumble er bakvið á. Sosa til hliðar. Hart engage á Tryndamir, hann er ekkert. Amumu instantly poppaður. Við sjáum Talonin flassar út, en Viego er alltof sterkur, nær reset eftir reset og últar einfallega niður. Morgana er kottana til vinstri. En þeir engage hana ekki harkalega þar sem við vita að allt liðið er fyrir aftana. Já, þetta er svona, þetta lukkar bara verra og verra. Það sem þeir virðast vera bara ekki á sömu blaðsíðu. Þú sást hann að Tetis vildi ná pikkinu mitt, últar að Amumu til hann að fá forsið, en síðan er Tryndamir ekkert að elta eða followa, hann er ennþá bara að reyna að ná resetinu. Þeir eru að daðra þarna við 2v3, Rumble últi kemur niður. Þeir eru í dreganum og eru að múfa upp núna. Við sýnst Talon vera að taka base, en Jinn ult kemur niður og hann snæpar einu skoti, næra hann öðru. Hittir ekki fjórða skotinu, en Heimer flash tvöfaldaf inn og næra honum. Flott flash frá Sosi. Rosalega gott flash. Havrar er með ultið, Sett er með ulti, gæti verið rosalega sterkt engage. Amumu er kott með tvöfalt með kúinni á Morgunu, tvöfaldaf hjá Jinn. Hann er þokkalega stakkaður, en hittir ekkert með tvöfaldafenni sínu. Þeir eru að vísu rosalega extendaðir. Þeir eru 3v4 eins og er. Ætli þeir fari ekki bara að bakka og resetta og eyða öllu þessu gulli sínu. Já, reset að taka Baron og enda þetta. Ég meina, þú veist, það eru komið 10k lead. Sjá líka að Jinnin er komin í 9k, hann ætti að vera nálgast Infinity Edge-in sem gefur hann rosalega stórt spike. Já, ég meina, þú veist, þetta er komið upp í næstu 3000 skulda munum á Adikarium og saman, þú veist, í Svipa á og, topplane. þú veist, þetta er bara, núna er þetta svona orðin tímapunktur að sem að Pongu þurfa eiginlega að fara að fá kraftaverk, sko. Sjáum einmitt að Vita er að viðhalda topset visioninu sínu fyrir Baron og við sjáum eitthvað skörmissan á milli Talon Sett en líka á millinu. Havra gæti verið gott, er ekki hittur af kúni á Morgunu. En þeir eru að hardingetsa á Viego, einfallega instapoppar hann, færi resetið á Sett. Þeir haldi áfram, hann er með resetið á ultinu sínu fyrir inn á Amumu, nær honum ekki alveg, Rumble ulti kemur niður en Talon er að dæfa. Kalista reynir eitthvað að píla þarna fyrir þá en Jinn er á hliðinni og hann gæti hitt alltaf við að lokka hann niður. Flash ult hjá Morgunu en exhaust niður, hittir hann með kúinu og Viego gæti ná stönni niður og hann er einfallega poppaður af Jinn. Þetta var svaka flott engage hjá Baron. Últið hjá Jinn kemur niður, alltaf hitti en insta poppar en Rumble kemur í törnið en Viego er á honum. Allt liðið er á Rumble, hann er einfallega farin og þetta opnar Baron fyrir Vita. Já, þeir hljóta núna bara hreinlega að fara og Baron, taka Baron og enda bara leikinn. Þeir eru að fara að hlaupa á einfallega niður eftir þetta, víst ég við. Já, þú veist, þetta er bara ótrúlega vel spilast hjá Vita að ná þessum, þú veist, að starta þessum fætum á, þú veist, á 2 vegu, þú veist. Þeir eru að reyna að ná catch mitt og síðan eru þeir líka í junglinu að establisa vision og eru að ná pickum þar líka. Eru með top junglið sitt í junglinum. Talon alltaf fljótur að hoppa inn og sjáum við mitt Sosu vera að leita af einhverju juicy picki þarna, ekkert vision í kringum hann. Já, það verður gaman að sjá hversu lengi hann býður. Ég býst ekki við að þeir þori að hlaupa inn í junglið þar sem það er ekki þessi virði en reyna bara að ná einhverju vision control tilbaka. Já. En það verður samt líka að gefa Vita smá props samt að reyna. Já. Þú veist, Það kemur pikkið og hann er einfallega nullaður.
ekkert sem Rumble getur gert. Rosalega skrítið að hann hafi farið inn vitandi að þeir eru á baron. Og líka að þeir eru ekki með neitt vision control. Ekki neitt. Þú veist, þetta er svona... Já, En núna er bara spurningin hvar, þú veist, geta Pongu fætað. Þeir þurfa rosalega mikið dream scenario. Það þarf the stars align dæmi, sko. Já, þeir þurfa að vera... Já, þeir geta ekki beint. Þeir þurfa að fæta yfir einhver outer turreti. Þegar þeir eru komin undir þú veist, Nexus Towers, þá er svo erfitt að forsa. Gæti verið að reyna að catcha Kallistu hérna. Viego náttúrulega með stönni sitt og últið hans er uppi, Redsmite fyrir niður. Hann er einfallega kott af Heimer og Viego. Það er ekkert sem hann getur gert. Hann er allt of langt á eftir og getur ekki pulla 1v2s. Átti flassi sitt inni en rosalega sniðið til hann bara að spara og geima það. Já, og Sosa kom með bókina og byrjar að safna blaðsíðum í hana, sko. Einfallega. 14 blaðsíður komnaðar og fer að styttast í meira, en þú veist, núna er Tetris gott, þeir þurfa að reyna að stóla í að minnstusti 20 sekundur. Þeir reyna að engage að býst ég við, þeir eru tveir, vita ekki af Talon og Jhin, en Heimer er á botlinum splittaður og hann flassar inn og hann ult hjá Morgunu inn í Sonja sið og Sett reynir ekki að vera annað en að pikka á Morgunu, en ég býst ekki við að þeir fari í eitthvað meira. Það er mjög fínt pikk á þeim og gott að þeir náðu einhverju. Þeir eru einmitt að ná einhverju og þeir eru ennþá að stóla út leikinn. Það er rosalega iffi ult hjá Rumbulinum þar sem við vita að Viego er á hliðinni og Jhin er bakvið. Talon rosalega fljótur að koma inn en poppuð allavega Heimer ult í. Já, ég held að þeir taka því. Núna þurfa þeir bara að bíða eftir að... Þeir verða að gefa inn hippin og þeir reyna kannski að ná einhverju engage núna. Nær kúinu, ultinu á að múi, það er ekkert follow-up í gangi. Viego einfallega ult á resetar, sett inn algjörlega kott, nær 2-12 af niður, en er pikkað, reset aftur á Viego. Sjáum að Tryndamere er ennþá við ultið, þannig að gæti reynt að rönna eitthvað mirror play, en þeir eru einfallega allt og tanki. Ég held að þetta sé bara búið. Þetta er rosalega erfitt fyrir þá. Ekkert uppi damage-wise. Flash inn hjá Kallistunni, innsta poppu. Tryndamere líka, en hann poppar ultið sitt. Rumble er hann á hliðinni að vera pikkaði niður. Tryndamere ultið að detta niður núna nær Jhinninum, en pikkaði líka eisaðir og bara býst að þetta sé lok leiksins. Þetta er bara búið. Vita spiluðu þetta bara svaka vel. Þetta var rosalega sterkt tímpla hjá Vita. Alveg svaka og eins og við nefnum kannski aðeins og oft, en Pongu voru bara ekki ít á takkana. Þeir dröftu komta sem þeir áttu bara ít á flass og R. En sjáum við kannski eitthvað miracle play inni, tvöaldar. Þetta er matematika sett en hann er bara pikkaður og suicide play í gangi. Þarna hafið það fyrsti leikur dagsins, Vita tekur að 38-8. Þetta var explosive leikur. Þetta var super explosive. En eins og við tölum í byrjun, þú veist, Pongu voru með lítið og þeir voru að spila þetta frekar vel en síðan bara... Þeir tóku fyrstu 5 mínúturnar rosalega vel. Já. Fyrstu 5 mínúturnar þá voru þeir með það sem þeir ætlu sett út til að gera. Já. Sett út til þess að spila early game, ná pikkum, náðu einu pikki á Talon og mid solo killið. En eftir það þá þegar að koma teamplay þeir voru allt á hægir að engagea, allt á hægir að make a playið. Já, ég held að breaking pointi fyrir Pongu hafi verið þegar þeir settu upp dæfið en þeir dæfuðu ekki. Nákvæmlega. Þeir biðu of lengi þar sem að þú veist. Þeir köstuðu frá sér hendinni. Þeir voru með, þeir vissu ekki af Rumble baka þá, fyrir aftan þá. Nei, þeir voru með pushið inn og Tryndamere var byrjaðar að koma. Já. Þeir hefðu einfallega átt að bíða aðeins lengur, þá hefði Kallista ulti kannski verið komið upp og þá hefði sterka engage þeirra verið komið af því að Mumu Kallista er rosalega sterkt engage. Já. En þetta er bara svona, þú veist, Pongu ekki nú fljótir að gera hluti. Nei, það vantar greinilega einhvern shotcaller í liðið þeirra. Það vísu kannski það er alltaf einhver shotcaller, kannski einhver sterkari shotcaller sem er að micromanage hinum leinunum líka, sem kallar á þessi plays. Emitt. Við sjáum einmitt að við erum að fara að detta í fyrstu replayin okkar á leiknum. Þetta er einmitt þegar hann escapar og nær turnaroundi inn rétt. Þetta er þegar að, þegar Rumble er kott. Þarna einmitt byrjaði að missa það sko. Þarna engage hann á Viegoinn. Lítur út fyrir að vera allt í lagi með Tryndamere bak við sig en þeir ætti að vita að Heimer er þarna, flassar út. Og þarna einmitt byrjaði að missa pressuna. Síðan taka þær hérna 2v2 sem þeir tapa. Já. Þarna einmitt, hann nær Q á Morgunu en þarna kemur TP-ið aftur inn og þetta er rosalega slæmt play. Settin hefði átt að TP-a strax aftur á móti í staðinn fyrir að vera svona setn í. Þannig að pikkar hann einfallega Kallistu off og
síðan einmitt sérðu bara að hann últar Hæmirinn nær pikki á hann en Viego og Talon er á leiðinni. Af hverju heldur hann áfram þarna, hann nær flassinu en þetta er rosalega svona iffy place að halda áfram þarna, einfaldlega kötta lossin, vitandi það að mid er missing, þeir vita ekki jungli sinn, þannig að mega búast við því að hann sé á leiðinni bot. Já, og líka, já, þú veist, eins og þú sagðist þarna, þú veist, settar of lengi að TP, ég tók ekki alveg eftir hvort hann var að bíða eftir að hann fengi náði level 6 en þú veist, samt og þú verður að matcha svona TP instantly. Sérstaklega þegar þú veist að Hæmir er ekki eins og í leiðinu, þú ert að sjófinu leiðinu, þú veist, þetta er svona, ef insta TP þá getur þú strax breytt þessu þannig að þú veist, Kallistaðin er ekki bara isolated. Insta-poppið, hún var reynda líka rosalega komin langt áfram. Já. Að vísur þokkalega overextendu sko og þetta var bara rosalega vel spilað hjá Vita. Að hafa tekið þarna TP-ið inn og þeir unnu í endanum 2-3 og eftir þetta þá einfallega opnaðist leikur. Já, þetta á síðan næsta playa sem að það virkaði ekki gangi topp, það sem hann náði ekki að managea overheatið, hans mann komst ekki strax í að overheata. Nákvæmlega. Hann var ekki með nógu mikið og síðan 3v2-ið botlinn. Við sjáum hérna að það er að koma að næsta replayi. Sjáum hvað það er. Það er einmitt þetta dive þarna á botlininu og Tryndamere engage að ná solid engage á Morgunu en hann er rútaður undir. Poppar ultinu en það er bara allt of seint. Þarna einmitt eiga er akkurat strax að bakka. Já. Að Mumu pekkaður off og þeir eru með change í síðið inn á Rumble-in, ná ekki meiru nema jú að vísu Viegoinn rörna niður en þarna hefðu þeir strax í staðinn fyrir að Mumuinn flash engagear og ultar, en ef hann flashaði ekki hann ultar fyrir pílið, þarna er að Rumble og Kalista strax að hlaupa. Köttið lossin ykkar strax í staðinn fyrir það að þið eru bara að gefa 2 kill í viðbót. Ákveða strax bara eins og þú sást þarna að þarna voru þið búin að sýna bæði Rumble og Trynda að þú veist, þeir þurfa að ákveða hvort þeir ætla strax að engagea og forsa dæfið eða hvort þeir þurfa að gefa. Já. Og þarna út af þeir eru ekki að forsa náðu mikið, þá eiga það bara strax að gefa. Þú veist, Rumble á aldrei að vera ulti sem starta fætinu, þá að vera flash ulti frá Mumu. Þú veist. Það er einmitt það sem þeim vantaði í þessu. Mér fannst eins og að Mumu hélt rosalega mikið í flashið sitt, hann var ekki, að Mumu er engage. Já, hann er ekkert nema engage. Hann á ekki að vera follow-upið. Nei, hann á ekki að vera follow-upið. Það líka með það með Kalistu að hún var ekki nógu nálagt til þess að ná þessu knock-upi með Mumu inn í að Mumu ulti. Þannig að, og þeir voru líka allt og lengi að komast, þeir misti pressuna hana early, þannig að þeir gátt ekki farið í þetta lane dominance sem sko að Mumu Kalista er í level 6. Einmitt. Af því að þeir einfallega, ef hitt lane er aðeins og langt áfram, einu skrefi langt áfram, þá einfallega flash ultar Kalista inn í að Mumu ult og þeir picka off. Já, það er alveg rétt. En þú veist, þetta er bara svo, já, þeir vantaði bara meiri aggression með við draftið þeirra. Einfallega það sem ég vantaði. Og þeir ekki... En við heyrum einmitt aftan í sal að við erum að fara að negla í pásu en eftir pásuna þá er rosalega skemmtilegu leikur. XI á móti Lil Peep og toppurinn. Sjáumst þá. Sjáumst. There's blood on the ground, go and take it. You get one shot to make it out alive. So higher and higher you chase it. It's deep in your bones, go and take it. This is your moment, now is your time. So prove yourself and rise, rise. Make them remember you. Reach for the summit. Visions pray that one false step lead the end. So higher and higher you chase it. It's deep in your blood, go and take it. This is your moment. Take to the skies, go.
yourself and rise, rise. Make them remember you. Push through and rise, rise. They will remember you. It is you fight among the dead beneath the dirt. Or do you know yet? Or do you want it? And when the giants call to ask you what you're worth, do you know yet? Win or die, prove yourself and rise, rise. Make them remember you. Push through and rise, rise. They will remember you. Prove yourself and rise, rise. Pick up your weapon and face it. As a child, you would wait and watch from far away. But you always knew that you'd be the one that would while they all play. And you'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream.
Legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you bleed for reaching greatness, relentless you survive. They never lose hope when everything's cold and the fighting's near. It's deep in their bones, they'll rot into smoke when the fire is fierce. Oh, pick yourself up, 'cause legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you bleed for reaching greatness, legends never die. They're written down in eternity, but you'll never see the price it costs. The scars collected all their lives. When everything's lost, they pick up their hearts and avenge defeat. Before it all starts, they suffer through harm just to touch a dream. Oh, pick yourself up, 'cause legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you bleed for reaching greatness, legends never die. When the world is calling out your name, begging you to fight. Pick yourself up once more. Pick yourself up, 'cause legends never die when the world is calling you. Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you bleed for reaching greatness, legends never die. What are you willing to lose? You cover your wounds, but underneath them a million voices in your head that whisper, stop now. Another twist of the knife, a turn of the screws. It's all in your mind and it's fighting you on yourself. The storm is coming. Wow, kid, what you gonna do now? It's your reflection looking back to pull you down. So are you gonna die today or make it out alive? You gotta conquer the monster in your head and then you'll fly, fly, Phoenix fly. It's time for a new empire. Go bury your demons and tear down the ceiling, Phoenix fly.
And now you're playing with matches, come out of the ashes underneath you. A million voices in the crowd, they're screaming, stop now. Well, let them swallow the pride, you're turning the tide to true believers. Got them in the palm of your hand, you're playing God now. What you gonna do now? It's your reflection looking back to pull you down. So are you gonna die today or make it out alive? You gotta conquer the monster in your head and then you'll fly like Phoenix fly. It's time for a new empire. Go bury your demons and tear down the ceiling. Phoenix fly. What you gonna do now? So are you gonna die today or make it out alive? You gotta conquer the monster in your head and then you'll fly like Phoenix fly. It's time for a new empire. Go bury your demons, then tear down the ceiling. Phoenix fly. We at the top again, now what? We lay the crown, but count us higher than a mountain. And we be up here for the long run, strap in for a long one. We got everybody on one. Now you coming at the king, so you better not miss. And we only get stronger. With everything I carry up on my back, you should paint it up with a target. Why would you dare me to do it again? Come get your spoiler, but we're taking over. We're taking over. Hey, look at you coming my name. You ought to know by now that we're taking over. We're taking over. Hey, maybe you wonder what your future's gonna be, but I got it all locked up. Take a lap now, don't be mad now. Run it back, run it back. I got bodies lining up, think you're dreaming of greatness. Send you back home, let you wake up. Why would you dare me to do it again? Come and get your spoiler, but we're taking over. We're taking over. Hey, look at you coming my name. You ought to know by now that we're taking over. We're taking over. Hey, maybe you wonder what your future's gonna be, but I got it all locked up.
我左右，键盘琵琶在时间滴答着，还不够。你的固执让我来守候，哪怕太迟也不想以后。就在这时放肆的打斗。I got the heart of a lion, I know the harder you climb, the harder you fall. I'm at the top of the mountain, too many bodies to count. I've been through it all. I had to weather the storm to get to the level I'm on. That's how the legend was born. All of my enemies already dead. I'm born, I'm ready for war. They know I'm ready for war. I told them. We're taking over. We're taking over. Hey, look at you calling my name. You ought to know by now that we're taking over. Hey, maybe you wonder what your future's gonna be, but I got it all locked up. The night beckons while you dream. A life never lives in peace. As you stand upon the edge, woven by a single thread, and fate may fall down upon you, while the devil is knocking right at your door. So while you're restless, each night you hear the drums roar. Awaken, awaken, the voice begins to call you while you hunger. A taste of destiny you're searching for. Awaken.
Verið velkomin aftur í Flata-deildina. Við vorum hérna að klára stórglæsilegan leik sem var að vísu one-sided eins og við vorum pínu að bitcha yfir áðan en samt sem að rosalega góður leikur og rosalega sterkt teamplay hjá Vita sem leiddi á endan til sigurs. Já, maður verður að gefa Vita kredit fyrir þetta, sko, þú veist, þetta var eins og við vorum kannski að kvarta of mikið með Pongo, þeir voru ekki ít á góðtakkan en þú veist, þetta var samt vel spil hjá Vita. Þetta var nefnilega rosalega vel spilað á Vita, þeir voru rosalega fljótir að svara Pongo í hvert einasta skipti með sitt engage comp og það var svona pínu tímapunktur sem var svona no turning back point. Já, þetta var orðið gróft og maður sá að Pongo var svona að reyna og maður gefið um props fyrir það. En þú veist, síðan núna næsti leikur, stór leikur, þetta er rosalega explosive leikur. Við vorum nefnilega að frétta það að það er three-way tie á toppinum. Já. XI, Lil Peepo og fyrrum DN Gaming núna UMFB eru tied 4-1 á toppinum. Já, það sem að Lil Peepo töpuð á móti Fylki og XI töpuð á móti Musteri sem er frekar massívar fréttir og eitthvað ekki sem að myndi búast við, sko. Nei, það gæti samt verið að Musteri endi að vera svona dark horse. Það gæti verið. Kannski fara þær að sína sína liti og byrja að raða inn sigurum. Já, það verður náttúrulega gaman að sjá en eins og við sögum þá erum við að fara að tala þú veist, fyrsta sætis leikina sem við erum á móti Lil Peepo og XI. Þetta er clash. Þetta er mjög sterkt clash og eins og við myndist á áðan að Lil Peepo er rosalega underrated. Já, ég er mjög sammála líka sérstaklega á móti XI. Þú horfir á svona, þú veist, liðin og hvort lið fókusar og sérðu það að XI er miklu meira að spila þann gamla klassíska hægan og skeila. Nákvæmlega. Á meðan að Lil Peepo er mjög mikið fyrir að spila fyrir sterkt botside og sérstaklega bara punish enemy junglerum. Nákvæmlega. Þeir spila rosalega aggressívan leik á meðan XI draftar þetta hefðbundna front og back 5v5 fights. Já, og náttúrulega ef þú vilt sjötta niður einhverjum í XI þá er það Lagia. Nákvæmlega. Þessi maður er skepna. Hann er rosalegur. Hann hefur verið að taka yfir leikjum og bara stjórna tempóinu á leikjum bara fyrir bæði lið. Þetta er búið að vera sko eins og við sáum hann á klassasinnunum hérna í síðustu viku. Hann spilaði rosalega góðan early game og hann leiddi leikinn algjörlega. Hann gerði það en síðan ef þú horfir á counter-matchupið hans er Gadget. Já. Og Gadget er ekkert hann er ekkert grín, sko. Nei, hann er búinn að vera underrated. Þetta er maður sem spilar engage junglera sem
bara stjórnar liðinu og tempónu fyrir liðið sitt. Nákvæmlega, en við erum hérna að fara að byrja á Champs Select og við sjáum einmitt að Lil Peepo er að banna sinn strax frá Lakia. Props fyrir þá að þeir spottuðu að þetta er hans Broken Champion og kannski hans pocket pick og Serafín á móti. Já, Serafín er áhugavert bann en þú veist, jú. Eitt sterkasta teamfight ult í leiknum. Já, en þú veist, þetta er Lil Peepo, þeir eru ekki að fara að drafta enn chatana, maður veit þetta. Þeir vilja taka þessi 3v3, 4v4 skirmishes og vinna leikinn á teamfights og þeir eru allir mjög góðir teamfight spilarar. Þeir eru með að spila upp á þetta scaling AD carry hard engage support. Já, þú veist, það er svo horfið bara á botlinnið, Wise Mad, What's Good Bro. AD carryinn hjá Lil Peepo, þú veist, þetta er einn af AD carryunum í deildinni sem er ennþá bara harður á því að spila Kai'Su. Já, og síðan sjáum við eins og síðasta leik, Nocturne bannið getur skapað mjög miklu óreiðu og skattirað heilum liðum ef ekki spila rétt í kringum hann. Já, Talon líka eins og í síðasta leik. Já, Talon er náttúrulega rosalega sterkur þegar það kemur að brúsarbildi. Einmitt. Og já, eins og við sjáum það, Lil Peepo eru bara að banna junglera. Þeir eru að reyna að banna út Lakia. Ég er að fíla það og það var bannað Jarvan. First pick Aphelios, hover allavega. Ég er að fíla þetta mjög mikið. Þeir eru að gera allt í sínu valdi til þess að countera XI. Já, countera þeirra playstyle. Ég er mjög sáttur með þetta og þetta líka hótar XI að taka Thrashin í burtu og á sama tíma þurfa þeir að vera með eitthvað svar við Aphelios. Sjá Kog'Mawinn inn, það geti opnað nýja leiðir fyrir XI. Einmitt, þarna kemur Lulu pickið. Þannig kemur Kog'Maw Lulu og... Klassíska Kog'Maw Lulu pick. Þetta er klassísk Kog'Maw Lulu, en svona... En þá getur þeir einmitt rönna eins og í síðustu viku þegar XI var að spila hinu hendina af Aphelios og kannski pikkaði bara Thrashin eða Blitzcrank sem ég lístu rosalega vel á. Ég var einmitt að fara að segja að Aryan supportin fyrir Lil Peepo er mjög sterkur blitzspilari. Já. Og þetta er svona einn af, þú veist, one-trickunum hann sem að myndi fara það og þú veist, að fá hann sérstaklega inn í Lulu Kog'Maw og síðan núna fá eitthvað sterkan annarkvört catch jungler eða lockdown midlaner myndi setta það upp svaka vel. Þú veist, það er eins og no jokes að henda í Annie mid bara til að fá guaranteed lock stun fyrir síðan blitzcrankin. Klassíska flash tippers. Twisted Fate mid með rapid fire cannon gold card með blitzcrank. Þú veist, ég er strax að fíla svarið hjá Lil Peepo við. Mér líst rosalega vel á þetta draft fyrir Lil Peepo eins og er, en síðan sjáum við hvernig þið drafta í kringu það hvort þið XI draftar Protect the Kog'Maw komp. Einfallega að drafta restina frontline og píl. Já. En við sjáum hérna Diönu, við sjáum strax hvað þeir eru að pikka. Þeir eru að pikka hook jumps á botlinenu, að reyna hann á pikkum í lanefaceinu, reyna hann á pikkum later on. Þeir reyna bara að pusha vision, þeir eru með Diönu til að harddiva inn í og últa liðið. Þeir finnst rosalega vel á þetta. Volibear counter. Sko, þetta er Volibear top. Já. Mér finnst það mjög líklegt. Leikmaður er mjög þekktur fyrir að spila Volibearinn sinn. Þeir eru með hérna, þú sér það að þeir banna hérna Yasuoinn upp á það að þeir reyna að pikka Yasuo mid og para hann saman við sko mid jungle Diönu. Já, og það er náttúrulega eitt svona, það sem væri gott fyrir Lil Peepo er að þeir eru komin með mjög gott botlane sem hefur mjög mikið þrett á móti Lulu Kog'Maw. Þú veist, Lulu Kog'Maw er náttúrulega lane sem vil spila safe og tekur svona smá yfir laning phase-una sem geta bara spila safe og pókaði út. Já, og þeir eru með banna hérna enn og aftur banna á móti hinn bróðurinn sem er enn og aftur hard engage og virkar með Diönu og TF bannið hjá Lil Peepo. Mér finnst það svo sem fínt að þetta lúkka smá svona eins og panic bann. Ég væri frekar til að fá eitthvað bann eins og Oriannu eða Corki taka út þennan control mate sem getur píla fyrir Kog'Maw. Nákvæmlega. Þú veist, að taka það út væri náttúrulega mjög big. Þú veist, en núna vill ég bara fá að sjá hvað Lil Peepo gerir til að rounda upp kompið. Þarna í mittbanna er Oriannuna. Þannig er Oriannan sem er... Upp á það þeir sé ekki með Volibear Shockwave. Já. Sem væri rosalega... Það eina sem XI þarf reyndar að gera núna er bara að pikka Protect the Kog'Maw. Við erum að fara að sjá það núna og... Það er spurning hvernig Lil Peepo svarar hvort þeir reynir bara full dive. Það er eitt pick sem væri ógeðslega gott hérna, bæði mid og top, og það væri Sett. Já. Ég held að Sett væri ógeðslega sterkur hérna. Bara að, þú getur alveg stað fyrir fram Kog'Maw en þú veist, ef stundir fyrir framan þá er Sett að fara að koma í smetti á hann. Nákvæmlega. Þannig að þú veist, ég held að Sett væri gott pick hérna og síðan henda í eitthvað til að rounda út kompið. Ég er ekki alveg viss hvað það myndi hafa, hvort það væri... En samt sem að við erum að gera okkur grein fyrir því að Volibear er winning matchup fyrir Sett á toppliðinu.
Já, en þá kemur, þetta er alltaf eins og þegar maður hefur verið að drafta fyrir fylki er að, jú, þú getur ekki öll lein, en þú voru að finna eitthvað sem að rondar út kompið Nákvæmlega. og eitthvað lein verður að tapa. Irelia. Rosalega sterkur leinbúli. Ef spilaði rétt. Þetta draft hjá Little People, þetta er Þetta lítur út fyrir að rosalega explosive draft hjá þeim. Já, og þetta er flex pick hjá Irelia, getur verið að spila topp og mid, en þú vilt náttúrulega ekkert vera að taka Irelia inn í volley svaka mikið, það er mjög erfitt og leiðilegt matchup. Þannig að verður ógeðslega gaman að sjá hvernig þeir randa út kompið hérna, sko. Já, þetta verður áhugavert og þetta er víst Irelia, reyndar, þetta eru bæði flex picks, topp og mid. Ég myndi gíska að þetta sé Irelia mid og gangflank topp. Já, upp á það að reyna, hvort segir reyna að handshaka eða bulja volleyberinn. Já. Það fer bara eftir playstyle og þessi Irelia reynir víst að dæfa sindurina. Já, það er fínt matchup og líka eins og sér núna fyrir Irelia þá er bara 1 AP, það eru 2 damage swords. Rek'Sai er eitthvað sem ég vil sjá. Þetta er early game jungleri sem Lagia vill fá og sem við viljum sjá að ná. Já, ég held að þetta sé bara mjög fínt matchup líka bara fyrir hann, en síðan er þetta svona komið að því að, Little People er með svo miklu sterkara 2v2 mid. Þeir eru með winning jungle mid. Þetta er líka einmitt hvernig ég myndi bara, er ég örugglega bara best fyrir Little People að drafta sérstaklega móti X-Ray. Hafa botlane sem er explosive og getur unnið og síðan vera með sterkt 2v2. Og síðan bara handshaka top er even. Já. Og ég er ástfanginn að þessu Little People drafti, sko. Ég er mjög hrifinn af þessu Little People drafti, en samt áður er ég er mjög hrifinn af X-Ray. Þeir eru svona, fíla ekki beint botlaneið upp á þeirra playstyle. Nei. En áhugavert að sjá hennar Rek'Sai, Volibear og Syndru. Gæti opnað fyrir rosalega áhugaverð og creative plays. Já, þessi Syndra, að mér kosti fyrir Irelia og horfir á mids matchupið. Að hann getur farið sem Irelia að rusha strax í Vincent er ótrúlega sterkt. Það sem að bæði Kog'Maw, all damage þeirra er AP. Nefnir alltaf Rek'Sai, ef hann er að fara Prowlersk-bildið. Prowlersk Bruiser-bildið. Já, þá er hann mjög, squishy og, auðvitað að... En hérna sjáum við byrjunina á seinni leik dagsins, Little People 5-1 á móti XI og þetta lítur út fyrir að vera rosalega sterkur leikur. Þetta verður svaka leikur. Ég er mjög spenntur að sjá hvernig þetta verður bara spilað. Hvernig þetta þróast, hvort Little People nái að skeila upp á filiásinn. Og mér sýnist þetta að vera GP mid. Rönna Ireliana inn í Volibearinn og þeir sjáum bæði liðina, reyna eitthvað að inveita, en XE er með jumpið á þá. Þannig kemur hart engage, þeir eru að póka niður blitzinn, Irelian er splittuð frá, hún er aðeins á eftir á og þeir eru að tjóka hana niður. First blood á Lagia, þetta er einmitt það sem hann vill fá. Já, þetta var mjög svona mediocre invade fannst mér. Þeir voru eitthvað svo svaka undecisive leiðu þeir sá. Þeir leituðu á hookinu en þeir punishuðu ekki neitt fyrir að, þeir dæfuðu ekkert á hann. Nei. Þannig að þetta verður gaman að, þetta er náttúrulega svaka gott fyrir Lagia. Alveg super, þetta snowballar hann alveg svaka mikið. En hvort það hefur mikil áhrif út allan leikinn, það verður að sjá. Nær hann að transitiona þessu early game líti yfir í að Já, það fer náttúrulega allt eftir hvort hann fari í það að spila einfallega upp á það að sjötta niður Dajunu. Það sem hann hefur, longsword er ekkert stærsta lítið í heimi en í level 1 þá er það mjög sterkt og hann gæti nota þetta mjög einfallega til þess að sjötta niður Dajunu svo hún einfallega getur ekki gert þetta að stíga út úr junglinu sínu early on. Þetta er þetta hefðbundna level 1. Leash er rétt side á Little People. Reynir að næra húkinum en nær ekki neinu. Það kemur return damageið og skuddbróð að taka aðeins en tjönkaði niður cirka 40% og hoppa tilbaka bara. Hann er samt með red gun þannig að hann getur lifesteala sig upp og sjáum að Irelia er að stakka veið. Spurning hvort hann fari í einhver shenanigans fulli stakkaður á passivinu sínu. Náðu ekki, hann resetta ekki kúinu sinu þannig að hann var ekki með neitt all-in potential. Hann ætti að labba hérna upp og fara í ward. Gerir það og spottar Rek'Sai. Mjög gott timing.
og núna ætti líka veifið að ná að slow pusha í 8 relju og náttúrulega ef þú vilt vera með stórt veif sem að relja til að hafa options og geta gert spicy plays. Nákvæmlega. Reynir að ná einhverjum engage þarna á hann en hann Forsar- vissi af honum, þannig að hann býst við að hann spyrir safe en Forsar flassi frá honum líka. hefði viljað sjá hann spila aðeins meira safe en svoleiðis er það og þeir eru með pushið hérna Kog'Maw og Lulu. Ég veit ekki alveg hvað þessi húk var Þetta var en eitthvað það kemur return damageið og Aphelios svona early on er ekki með damageið til þess að countera Kog'Maw og Lulu nema hann hafi junglinn sem með sér sko. einmitt. Og sérstaklega Blitzcrank án húk á móti þessu leini þýðir að Kog'Maw og Lulu geta geta gert það sem ég vilja já, eiginlega geta bara. punish honum Og ef það kemur stutt skörmis en endar frekar even. Já, það er líka Gangplank vill bara ná að sjálfa þessu veifi annarkvort já að póka hana þessu til tower eða bara ég hefði viljað sjá hann fyrir í resetið hérna sko. Já, við sjáum hérna Volibear getur ekki alveg resetað og Laki er kominn á fyrsta skötterinn sem að Diana er topside, gæti kannski reynt að fara í einhver shenanigans en Ég væri sýnist hann til í bara að taka sjá skötterinn. forsað dive hérna á topp, sérstaklega Laki er byrjað að múa hérna botsidið og þeir eru aðeins frá tárinu sínum eða þeir leyfa þeim að pusha aðeins lengur. Þeir eru ekki með neitt vision í træpush. Þannig að þeir sjá eitthvað tækifæri en þeir sýnist þeir búast kannski aðeins við honum. Þannig að kemur smá return damage og Skotbro er komin á cirka 30% HP engin húk á Blitzcrank þannig að þeir geta ekki haldið áfram með þetta play og þeir vita að Diana er topset ekki þannig að þeir geta ekki countera hann en hann er að leita að dive. Já, Það er rosalega auðvelt fyrir Laki að rusha niður Skotbro ef hann dævar hann en þeir eru að fully warda hann í kring og ekkert sem gerist býst ég við. Hann er að stikka þannig að það eða rosalega miklu tíma hérna í kringu botsætið sitt. já, Diana er líka að múfa. Gæti reynt að gera eitthvað, er með reset stack á honum. Sýnist ekki. En Laki er þarna hinum megin þannig að hann gæti reynt að negla í eitthvað ef hann beitar hann inn. Lulu á leiðinni líka. En svo sjáum við að þeir eru strax farnir að grúpa þarna í red side junglinni hjá Hippo annarkvært að reyna á dæfið þarna, byrja playið og ekkert flassa á Aureliu þannig að hún gæti verið frekar tekinn. Nær stöðninu á Sindru, reynir að rössa hana niður, nei, hoppar aftur út. Ætla hann komist í burtu, er að pinga fyrir hjálp en það er enginn í kringum hann. Flass hjá Rek'Sai og þeir bara einfallega börsta niður. Já, þetta var gott, hann náði samt að koma út flassinni á Laki, hann náði að eyða nógu miklum tíma þannig að Náði einhverju fyrir þetta play. einmitt. Þú veist, jú, þetta er sárt að þeir eru ekki að fylgjast með, þú veist, það ætti að vera frekar, þú veist, spila, þú veist, koreografta að hann væri að fara í Raptors. En sjáum einmitt að þetta opnar bara early game Drake fyrir á og stefnir í það að vera on-timer Drake. Já, það var líka bara, við vorum að tala um mér að Laki að þarf að ná að nota lítið sitt til að snjóbóla, þú veist, restan af leiðinu og það er, Einmitt hann það er sem að gera eins og er. Sjáum einmitt að Syndran er að bakka, gæti kannski verið að nálgast Locked Scepter fyrir mana Sustainið og Skotbro er einn á botlíninu, Blitzcrank er á second tier threat. Þeir reyna að póka hann eitthvað niður, hann er nefnilega rosalega stórt veif og Laki er ekki að færa sig í áttina að dæfin. Já, en síðan ef við horfum hérna á toppinu og sér þið strax bara svaka CS-munum. Þú veist, og þetta er gangplank sko, sérstaklega eftir reworking, þú vilt ekkert, þú vilt ennþá, þú vilt ekkert gefa gangplank lít. Nei, ekki sérstaklega á móti. Jújú, Volibear er með þokkalegt engage en GP er með 2 til að countera það, bara hlaupa í burtu en þarna kemur ulti á Aureliu, hittir ekki. Hann er komin yfir 50% HP þannig að það hefði verið efasamt ef hann hefði engageað þarna með Rek'Sai beint fyrir aftan Syndruna. Já, þeir vissu meira þessi af Rek'Sai, þeir kannski held að hann hefði verið komin út úr leininu fyrr, þú veist, þetta var svona opportunity sem heppnaðist ekki en þú vilt samt sjá Hvort eitthvað gerist. einmitt, þetta eru svona, þú veist, maður á ekkert að vera að skjóta of mikið niður svona play, þú vilt sjá þá vera að Leita af öllum tækifærum sem Einmitt. hægt er að sjá sko. En við sjáum einmitt núna að þegar Aphelios er farin að detta í hærri level, þeir eru byrjaðir að pusha inn og sína smá presence á þessu botlinni. og líka bara
það að geta þrettina, þú veist, Blitzcrank þarf aldrei að íta á húkinn, sko. Nei. Þú veist, bara það að hann getur þrettina, að hann sé meðan hótar Lúlúin að spila svo miklu meira aftalega. Sjáum að lagið hérna, það gæti verið að fara að leita af einhverju en það sýnist ekki vera neitt en Syndra hann einfallega að póka niður Aurelio. Rosalega erfitt sem Aurelio að detta svona aftur úr en sjáum hérna setup fyrir lanegang hjá Lil Peep og Fivehead. Diana er að fela sig, þeir eru með ekki neitt vision. Spurningin er hvort þið búast við því. Aphelios er með rosalega sterkar byssur eins og er. Ef hann stakkar upp þetta Shakram þá er það massive damage og Kog'Maw mun vera instantly poppaðir. Þegar við sjáum að Diana er farin að hlaupa í burtu, Lulu er að detta í vision clear eða roam mid einfallega. Gæti líka verið að séu bara að fara að setja upp fyrir Heraldin. Mér sýnist það en þarna kemur dæfið á Kog'Mawinn og þetta er einmitt það sem við vorum að tala um að þetta er rosalega einfalt að flash eða á Blitzcrank, húka og bara sé sér niður. Þetta var bara svaka flott play. Þetta er Rosalega einmitt, gott play. þú veist, leið og þeir sáu líka að Lúlúin var að hreyfa sig og þeir spottu hann á wardi að þú veist, aftur, eins og við vorum að tala um í seinasta leik er að það íta bara á flash. Já, þetta var líka bara, Lil Peep er með go-tag. Já, þú veist, þetta var það og þú veist, þetta denier Kog'Maw veifi, þú veist, plate sýndist mér fara líka á Aphelios. En aftur á móti þá er XE að fá Herald þarna sem við gætum kannski notað á botlinnið ef þeir spila það rétt og þá koma þeir Kog'Maw aftur á sinn stað. En sjáum báða junglinu á toppsætinu, gæti enda í þokkalega sterku 2v2 skörmis í einhvers shenanigans ganga frá, men sýnst það bara að vera að fara í clear. Blitzcrank er þarna að hovera fyrir neðan riverið. Sjáum hvort það reynir að fara að púla einhverjar Syndrur. Það væri gaman að sjá, hann er með hexflash, þannig að geta hexflashað hérna yfir vegginn getur leyft honum að forsa frekar mikið. En aftur á móti, botlinn er núna að pressa á Apheliosinn. Þeir vita að Blitzcrank er í náttúrulega hexflash inn, næri ekki einu, en flash hjá Syndru út úr E-stönnunni hjá Aurelio. Rosalega gott flash. Þetta var líka bara, þú sást það að þarna eru á sumum blaðsíðu. Leið og það er Syndru, eða leið og Syndra Blitzcranking burtu, þá settar það upp Aurelio að þrettina en X. Við sjáum hérna að Volibear er þokkalega overextendaður og Diana svarar strax. GP-in er þokkalega low en spottar hann núna og sjáum hvað hann gerir, reynir að hlaupa í burtu. Blitzcrankin er líka með enginn í kringum Volibear. Heldur ná ekki að chasea niður nema að það fari bara í full on dive og jú, hann húkar hann. Gott einfalt kill. Gott húk og þetta er svona rosalega gott play hjá þeim en er að svara þarna á botlinnu. Lulu er að pressa hann og Rek'Sai flash knock up inn og bara einfallega poppa. Já, þetta er svona counterplay sem að býst við að eða gert play top þá er að svara bot og eins og við vorum að tala um að þeir eru með Herald. Já, þetta er það sem að kallaði út að þeir bara botside focus, Herald og koma Kog'Maw aftur inn í leik. Já. Þetta er jafn leikur. Þetta er mjög sterkt fyrir XE. Dreki líka spónað, en þeir geta gefið Kog'Maw restina af pleitunum og veifið sem er, tekur ekki veifið sem er að koma inn en fara í Dreka og eru bara að fara þetta í sál, hálnaði með sálinn. Já. Þar segja er komið einn stel shenanigans. Diana er ekki nálega að þýða á einfaldur Dreki fyrir XE-in. Já. En síðan þurfum við líka að sjá, þú veist, sérðu CS-spilin topp. Þetta er ógeðslegt. Þú veist, og eins og ég sagði áðan er að jújú, það er alveg fínt að botlane sé even, en eitt barúl frá Gangplank þegar hann er komið með item er að það er að fara að núka botlane eitthvað, sko. Algjörlega og líka ultið hans er rosalega sterkt upp á engage að gera. Þeir eru með rosalega stórt AoE slow sem getur leitt til þess að Diana á í hard engage og Aurelio eftir hann. En við sjáum bara hvernig það fer. Við sjáum að þeir eru allir að hovera þarna í kringum mitt. Kannski er að leita dæfi en Rek'Sai er hinum megin, frá Syndru fer. Þeir leita dæfi í Lulu, húka Lulu, dæfinu út inn og Syndra insta-poppu. Þeir eru að leita meira en gæti kannski ekki verið sniðið hjá honum. Flashar út en ulti á Rek'Sai klárar hann. TB og Volibear núna þurfa þeir að hlaupa í burtu. Volibear með movement speed, flash inn með kúið. Diana sýnist niður að vera alveg farinn, gefa killið til Kog'Maw til þess að kickstarta scaling hans ennþá meira. Já, þetta var svona smá... Blitzcrankin gæti verið í hættu en næra hexflassa út en... Þetta var aðeins of djúpt pushið hjá Aurelio. En þú sért á sama tíma þá er Waskut að fara solo plates. Já.
gæti að vísu, það svo langt í hinna, þetta gæti verið törrett. Já, það verður mjög interesting að sjá ef við getum kíkt á gulli þegar þetta farið, þú veist, hann á undan í gulli. Já. Jafnvel þótt að þeir náðu first tower. Þú veist, jú, það náttúrulega, þú sérð hvar gullmunurinn þú veist, á toppa jungle. Þú veist, lagið langt á undan Dianu og Gangplank langt á undan Volley. En þú veist. Við sjáum hvar styrkinni liggja og spurning hvort að þeir fari ekki að bæði lið fara að einblína resursunum sínum á botlinnið. Það líka einmitt það og þú veist, ég mun... Við sjáum Rek'Sai spottað núna út, Blitzcrankinn pínu overextendar, þar sem Kog'Maw hliðin á. Samt sem áður, 3v2, Syndra að koma inn, 4v3 segi ég og Blitz einfallega pikkar af. Já, en þú veist, eins og ég var að... Djöfusins damage á Kister Reign. Þetta verður bara meira. Þú veist, þetta bara Essence Reaver. Nánast í insta-poppar, hann tekur það vil 60. Ég þú veist, þetta 60+ % damage af Kog'Mawinu. Aftur, bara það að botið even ekki, en þú veist, eins og ég ætlaði að reyna að segja með gullið, ég ætla miklu frekar fyrir Peebo að Gangplank sé á undan heldur en að hafa Diana mínu undan. Og Diana mun alltaf gera góða hluti með að íta á R. Það sé að koma eitthvað play inn, gæti kannski ná counter killi en þarna engage að lagja með nokkupinnu og Kog'Maw allt og langt frá, hann næri ekkert að gera við hann, exhaustaði niður og einfallega pikkaður off. Gott pick frá lagið. Rosalega gott play hjá lagið, en við sjáum einmitt að Skudbró með Blitzcrank bak við sig. Gott að reyna að ná einhvern pulli á Syndru, en Lulu hann að hliðin á og við sjáum að Rek'Sai gæti verið að fara að flanka þá. Volibear hinum megin við að skörmisja við Dianu. Þeir ná að pulla einhverju út úr þessu, ult hjá Dianu farið, ult hjá Volibear tilbaka og þeir ná held ég að pikka hann off. Þeir ná killi. Og núna þurfa þeir að hlaupa í burtu, Blitz pikkaður off, TP bak við á. Þannig að sjáum við, TP-styrkurinn gæti þar að koma inn og lagja förstarum hálft HP, Irelia ult inn, Lulu ult komið, Rek'Sai ult farið, pikkaður off og shutdown á lagi, já. Ég veit ekki hversu oft ég þarf að segja þetta, en Gangplank þetta svo stórt diff-top. Gangplank að hafa svo svaka mikið impact. Það er svo sást í þessum fæta, hann krittaði aftur fyrir 600, half-hittaði lagi og þetta karriðin. Þetta maðurinn sem á að ná að transitiona þér inn í late game. Þú veist, þeir ekki að fara að ná að gera neitt og sást að strax að Volley var ekki að gera neitt. Þú veist, hann var að fæta við Dianu sem behind og þú veist, Diana solo-ultaði. Nákvæmlega. Náðu að púlla út Dianu ultið en eftir að þið náðu honum þá þurftu þeir að vísa að hlaupa í burtu en GPN tók hann að flank TP-ið sem var rosalega gott. Þú varst að gefa 700 gull á Irelia. Þú veist, hann var með 700 gull shutdown. Rosalega stórt fyrir Irelia þar sem hún var aðeins eftir á í örleikjaminum, náði ekki að gera mikið á móti Syndrinni. Mér sýnist hún vera að kikka inn. Kominn þarna með Borkin og En síðan ferður líka að spá, hvernig ætlar Syndra að últa? Það áhugaverð pæling. Aphelios með shieldbow. Aphelios líka ekki að fara að vera í Syndru range. Nei, mitt. Hún aldrei að fara að komast í range fyrir. En við sjáum hérna að gæti skörmis brotist út. Þeir með 4 menn í kringum. Syndra langt frá. 5v4 eins og Syndra að koma inn á hliðinni. Gætu engage að sjá að Aphelios aðeins og overextendaður. Gott pick á hann. Við sjáum hann að engage á Aphelios frá lagja og TP-ult kemur niður, tjönkar rosalega mikið en hittir ekki barrelinu. Þarna sjáum við frítt hitt frá Cook. Það eru nokkrar sekundur í ulti hjá Ireliu og Hookinn hittir næstu því. Þetta rosalega slæmt positioning fyrir, en þeir ná törninu á GP og einsta poppan. Næri ekki það auðvitað ultiðin og Cookie tjönkar hann niður. Þetta rosalega sköpt skörmis þar sem Rek'Sai að koma inn og Kog'Maw að fá frí hitt. Þeir ekkert að komast á hann. Þetta var svaka. Náði mitt þriðja dregnum þarna og gæti verið að Irelia sé að overextenda, hittir ekki Syndra til að lokka niður og hann nærvist að hlaupa í burtu en á meðan lagið að secura soul point fyrir XI. Treytið byrjaði á því að þú ert að treyta Aphelios fyrir Volley og ég held að það sé ekki það sem að þú vilt sem Little Peebo. Nei. Og síðan overextenda við að reyna að ná pickum. Þú veist, þegar Blitzcrank-hókinn búinn þá það bara að lappa aftur tilbaka. Sem Gangplank þá viltu náttúrulega fá liðið lappandi inn í þig með Barons og leyfa því að setja upp. Þetta einmitt það sem ég myndist á í síðasta leik að kötta lossinn þegar þú getur.
Þetta maður var bara, sér pínu formúlu fyrir því að lið eru að overextenda, þeir kalla playið og síðan kunna þeir ekki að bakka úr því. Og þarna líka þú sást að temptið frá Diönu að hann reyndi að ulti flassa með það, hefði hann náði þá hefði þeir örugglega náð gogmaðinu. Nákvæmlega. Það er bara óhefni. Rosalega mikil óhefni þarna, en við sjáum að Lil Peepo er með Rift Herald Control eins og er á seinni Rift Heraldunum. Baron fer bráðum að spóna og við sjáum hvort það er fara að detta inn einhverjir Baron fights. Já, og maður vil líka muna það að Lil Peepo eru mjög hefnir að þetta sé Cloud Soul. Já. Það hjálpaði mjög mikið að þetta er Cloud og Srundse er sitjandi hérna, hann veit ekki af Laki, já, hann sá að kom Pinguar þannig hinum megin við, en samt engagear, hann býst við að hann geti rusha niður Syndruna, en jú, hann nær Syndruna eða ult hjá Rexa og hann einfallega burstar hann niður. Irelia er mjög fair og balanced champion, items eru broken. Ég vil bara koma því fram, Irelia er mjög fair og balanced. Þarna er mitt sámaður að kúið hjá Irelia gerði alveg sinn skaða. Hann er náttúrulega komið með leitaðurungi. Sjáum, þeir eru með Herald, þeir gætu verið að leita af einhverju mid-playi, Laki er botside og þeir vita af því. Já, þeir spottuðu hins vegar Diana á wardinu. Og sjáum að Diana er að on my way pinga topp, þannig að ég býst við að þið farið að Herald á toppsætið. Já. En síðan fyrir maður, ef við skoðum aftur aðeins bara CS-tölunar og gullið. Þú veist, þú sér það 50 CS League top, 10 mid og 10 behind á, þú veist, junglingum. Þetta er... Það er erfitt að segja að þetta gæti orðið top diff leikur ef Lil Peepo vinna, sko. Já, það, sko, frá mínu sjónarhorni er það svolítið mikið svoleiðis að þeirra leið svona í gegnum mid-gamein og að leit er þeirra GP. Þeir þurfa alltaf að hafa GP-in í kringu þegar þeir taka sköfminsins, þar sem hann er þeirra líkill til þess að bursta niður karjana. Ef þeir hafa ekki hennar GP þá hafa þeir að vísu engage og að failures, en það er spurning hvort að það sé nóg. Þarna er Blitz einfallega pikkaður off, rosalega gott Syndrustun og Laki að follow up. Já, en ekki líka að gleyma því að Diana, þú veist, það er náttúrulega alltaf gott að hafa gangplankana, en ef þeir eru með Diönu og Irelia og var skuddbró, þú veist, þetta er bara allir ít á R og lið deyja, sko. Það er enda rétt, en samt sem áður þá þarf skuddbró að hafa rétti byssurnar í það. Já. Þannig að hann reynir rosalega mikið á að vera með góð transition yfir í það, en þeir eru þarna á toppsendu og þeir eru að leita að dæfi á GP-in. Þetta er rosalega straightforward, ulti seifla turreti, Laki að nokkar honum upp, chasea niður Syndra follow up. Rosalega gott hjá XI. Spotta hann þarna alveg einan, en þeir eru að ná returnan á middinu, hann er ennþá með Heraldinu og spurning hvort hann poppar. Já, hann poppar hann, en teleport kemur inn hjá Syndru til þess að klíra veiðið. Hann kemur Laki í backsætið. Lulu með honum, Kog'Maw með honum hinum megin. Ult hjá Syndru fyrir gegn, chunkarna aðeins niður. Blast kom nokkur honum í burtu svo hann næri ekki engage á Líka Daniel. svaka gott protobelt hjá Diönu til að dodja stunni hjá Syndru. Já. Þú veist, þetta er... Hefði hann verið kott að þetta verið Baron. Og núna náði resetinu fyrir Dreka, vona ég. Mér sýnist það. Og sér það líka að gangplank er alveg að vera komið með það sem ég býst við verði shield bow og þá verður hann ennþá erfiðara target fyrir Syndru að ulta. Það verður rosalega erfitt fyrir Syndru að utilisa sitt kit í þessum Núna er leik þar sem Diana og Irelia... þeir eru að pikka hann off og rosalega gott stun hjá honum, flash í burtu en Diana nær inn vinn. Þetta er gott pick. Gott pick. Jújú, hann er ekki svakalega mikið gull, hann fekk kill, hann var goldresetæður. En þú veist... En þetta opnar samt sem að er bot tier 2 hjá þeim, en gæti verið GP er topp með TP og spurning hvort þeir reyna að taka 4v4. Það verður gaman að sjá, þeir eru með vision að þeim öllum. Þannig að Blitzcrank er að leita af hook. Pikki, það verður núna að transitiona yfir að fara að drega, þú veist. Lil Peepo þurfa ekki að þeir þurfa bara að bíða. Þeir þurfa ekki að pressa, þeir þurfa að bíða eftir að XI engagear. Gangplank er topp og hann er að fá turret. Últið hans er líka að detta inn sem getur að vísi sóna aðeins frá Dreka, þannig að hann fær einfallega 600 kallana í vasan, en þarna engage að Laki, hann nær stunni á Blitzcrank, Irelia hoppar inn og er instantly burstaðir. Þeir eru komnir á Kuki núna sem er Lulu últaður. Rosalega chaotic fight og Gadget nánast í tekið niður. Blitzcrank hittir ekki og þarna þurfa þeir einmitt að hlaupa í burtu.
og þú sér það á topp á meðan eru þeir að fæta. Það var cancelað TP-inu hjá Gangplank og núna þarf Vasco bara að gefa. Þeir þurfa einmitt að gefa þarna og þetta var mjög gott engage hjá XI. Já, 1 fyrir 1 og núna er Gadget caught. Hann grítaði svaka mikið fyrir. Einfalt Q hjá Lagi. Já, og núna getur þeir farið að 13 Baron. Það eru 30 sekundur í daginu. Samt sem áður Lagi. Þeir eru allir að taka reset þarna, þannig að mér sýnist þetta allt vera að stefna í Baron fight. Og líka í þessu var... Við sjáum einmitt hérna núna gulli líka að Lagi er 2k ahead á móti Gadget og síðan er líka topp gulltifið er rosalega hátt. En það sem ég vil aðalega sem fólk sé að fylgjast með í þessu fight er að Cookie, Flash og Exhaustaði. Og Kisterey notaði heal. Og það sem er mjög stór partur er að Diana var ekki með R í þessu fighti. Hún notaði alltaf að peka volleyberinn. Sem þýðir að í þessu fighti þeir ná að Þannig að Harding Gates með Sjórelia sem reyna að ná blitzganginu, Flashar í burtu, ná honum ekki alveg en ná að forsa Flashið hjá Blitz. Sem er enn annað samanspil sem við geta ekki nýtt sér til að ná pikkum. Já, en núna eins og ég var að nefna þér að núna þurfa þeir bara að bíða eftir að Diana komi í fæti út að núna er Kog ekki með heal eða Flash eða Exhaust. Sem þýðir að ef að Diana nær góðu pikki þá geta þeir bara unni fæti út að eina damageið er eins og er annarkvort Assassin, Rek'Sai sem er að fara single target út 1 target og síðan Kog'Maw. Þú veist, og meðan að damage hjá Little Peepo er í svo miklu, þú veist, þeir eru með Gadget með Diana, þeir eru með Gangplank Barrels, þeir eru með Wasp Goodbro og ekki gleyma, Rundsi er orðinn sterkur. Við sjáum einmitt að hann er að setja pressu og reyna að fá einhvern til að svara sér á botlæginu. Þeir eru með eitthvað visionan í kring, en ekki neitt rosalega mikið og þarna er Rek'Sai pikkaður. Ekkert stoppaðs á honum og hann einfallega sjöttaði niður. Þetta opna Baron fyrir Lil Peepo 5-head. Þetta var ógeðslega flott, hvernig þeir nægðu ultíinn og stóðu allir kjurri. Þú veist, þetta er einmitt það sem maður vildi sjá frá þeim. Gadget og lið eru bara að taka yfir leiknum. Spurningin hvort þeir reyni að tjönka eitthvað niður upp á að taka return play, TP frá Irelia í bak við Cookie, en hann er isolataður. Þannig gæti verið að þeir einfallega rössa niður, en þeir náðu því ekki alveg. Þeir halda áfram með Baron, komið niður í 3k. Syndra reynir Lulu últuð, Volibear dævar inn, einfallega rössaði niður. Syndra hann er rosalega low. Flashar inn. Polymorphar, þannig að það er ekkert sem hann getur gert, en hann törnar núna aftur yfir að Baron í staði fyrir að chasea Kisterey. Og Cookie nær þarna return killinu. Þeir eru hins vegar með Vision og Cookie og hann er einn. Hann er ekki með shieldbow og hann er bara running, sko. Hann er running for the hills, eins og er. Hvort það er ná honum er góð spurning. Þeir ætti vel að bara gefa hann það sem að... Gefa hann og pussa, einfallega. Já. Þetta var rosalega explosive fight. Þetta var rosalega explosive. En þú veist, þú sér það þarna leiðu að ná catchinu. Jú, Cookie var þarna, en hann var bara að fæta Irelion. Nákvæmlega. Og náði að tjönka niður að Irelion alveg niður. Já. Við náði hann að mid-tier 2, en við sjáum að Lagi er á flankinu. Diana bakkar hann eða hann veit það. Gæti ná að chase hann, GP-slóið er allt of mikið. Þetta er að fara að gera svo miklu meira damage og þú sér það að Irelia kom með Serpentsvæng og ég vona að annarkvort sé hann að fara í Serpentsvæng eða Collector. Hann Gangplank. Það býst að sjá sig við Collectorinn til að reyna. Hann er núna að reyna bara one-shota Kog'Maw. Ekkert annað. Serpentsvæng er samt það sem ég fíla meira. Út af því að skildinir frá Lulu er að sem er að stöða. Við sjáum hann að hann byggir, hann fór í Serpentsvæng, þannig að hann counterar Lulu hann að vísu. Núna vil ég sjá Little Peepo bara setja upp fyrir 1-3-1 eða 1-4. Að hafa bara Dianu að shadowa Irelia eða Gangplank og bara pusha út með Baron. Sjáum líka að þeir geta pullað áhugaverð plays þar sem GP er ennþá með bæði ult og TP. Þannig að þeir gætu splitta rosalega hart. Já. Það sem Blitzcrank þarf samt að gera núna er að hann þarf að lappa inn. Og þannig að kemur Flash engage á Dianu, insta Lulu ulti á Kog'Maw en hann gæti verið bara alveg kott. Þetta er það sem ég var að tala um. Þetta eru pikkin sem þeir eru að leita af, en þeir ættu kannski ekki að vera að renna þarna alveg niður þar sem Irelia er bot, ekki með TP og Lagi er fyrir aftan það. Ekki með vision á honum. Já, en hvað er damageið þeirra? Ekki búinn að spotta út, Flash út hjá Volibear, beint á Apheliosinn. Syndra kemur inn, nær á ultan, Blitz púlaður. Aphelios alveg tekið niður líka, en þannig kemur turnaroundið hjá Ireliu. Þannig að eftir að tala um þetta, Irelia er orðin svo rosalega sterk
og þeir ná 4 fyrir 2 og byrja að pussa niður með Baron. Þetta er einmitt það sem ég var að tala um. Það skiptir einhver máli hvort að, þú veist, Diana er behind. Leið og næri þessu eina pikki, leikurinn er bara búinn. Og damage-ið er farið. Jú, Syndra getur núkað eitt target, en það skiptir einhver máli. Þannig að núkaði hann út What's Good Bros og hvort þið er low. Mér sýnist þetta samt ekki vera end angle hjá þeim. Kog'Maw er komin aftur upp en þeir reyna kannski að ná báðum í Inhibitors. Gæti verið overstenda, næra hann ekki með E-inu. Kog'Maw er hann að chunka þokkalega hart niður, er stönnaður. Ætlar hann sé með damage og hann er instantly explótaður af GP. Þannig að kemur í chase down Syndra, næra hann ekki alveg. Þú tekur þessu allan tíman. Allan daginn. Þetta er svo mikið draftdiff. Þú sér það bara strax, leið og þeir náðu Kog, þá geta þeir ekki gert neitt. Þeir eru ekki með damage. Þeir eru ekki með damage í þetta. Þú veist, jú, þeir fætu, þetta var meira fæt sem startaði 3v4. Gangplank náði að channela TP-ið sitt áður hann á What's Good Bros deyr. Þú veist, þú sér það hann er komið með Magic Resist og Shieldbone. Hann er svo super tanky. Sjáum hérna bráðum fer Elder Drake að spóna eftir 10 sek og Lil Peepo er komin með zone control lið. Og líka Cookie er að spóna þegar hann lefnar við. XI er á mjög hættulegum stað eða skildur reyna að pussa inn í River. Þeir eru splittaði núna en Elder Drake byrjar, lagið byrjar að kontesta eitthvað. Púlar að blitzkrank, insta Lulu últaður. Redemption kemur niður, Aphelios ult hittir ekki. Þeir halda áfram með lagið og mér sýnst hann ætla að fara að stela þessu. Ætla að ná því. Og hann nær því. Rosalega slæmt fyrir Lil Peep og Five þar sem þeir þarf að hlaupa núna. Aphelios er einfallega pikkar af Elder, líka Gadget, líka GP og þetta er rosalega stórt turnaround hjá XI. Þetta er þróið sem að X5 voru að leitast eftir. Þetta er þróið. Núna er bara spurningin hvort það er ná að klára leikinn. 3 fyrir ekki neitt, þeir eru með Elder og þeir geta klöttir það þá. Það er verið að TP á toppir er splittið. Þeir ætla að reyna að flippa þessi base race. Þetta er base race. Samt sem áður, Kog'Maw er pikkar en þetta var dauðadómi fyrir blitzkrankin þar sem hann er með Elder Drake og hefur ekki neitt damage í þetta en við sjáum hvort að leikmaður nái að countera Ireliana þar sem hann er með Elder Drake en samt sem áður er þetta Irelia, hann engagear hann, er hann að gotringa fyrir niður og hann næri ekki að chunka hann alveg niður og mér sýnist þetta að vera sigur fyrir XI. Þeir eru einfallega að pussa hérna niður og ekkert sem Lil Peepo getur gert eftir þetta þró. Þetta var tragic. Þetta var rosalega góður leikur. Mér liður svo illa fyrir Lil Peepo. Það er líka valla hægt að kalla þetta þró þar sem þetta var mjög góður stuldur hjá Lakia. Hann sá einmitt að hann myndi ekki ná að engage á, tók runnaroundið og náði að komast inn í pittið til þess að stela þessu. Props til Lakia, allan daginn að stela þessu var svaka vel gert sko. Og hann beið einmitt, þú veist, Drakinn var í 1000 HP í geðað langan tíma. Og leiðan að eina átáðuna instant smite, það er ekki hægt að gera í þessu. Nei. Hann var einmitt með e-prokkið á sem gerir að vísu kannski 400 damage til að chunka niður í þetta 900 smite range og þetta gerði hann kleift á að stela leiknum. Þessum leik var stólið. Þessum leik var rosalega stólið. En vel gert hjá Lakia sko. Lil Peepo var komin með stjórnveldin fram að þessum Elder Drake. Já, sérstaklega eftir að þeir náðu fætinu mitt og þeir áttu eiginlega bara hreinlega að reyna að enda leikinn. Já, að vísu, já, þeir hefðu kannski átt að reyna að beita þá inn í Elder Drake en við komum hingað í fyrsta replayið okkar. Þetta var fæt fyrir þriðja drega sýnist mér. Þetta var þegar XI náði að törna þessu við, þannig að náðir Volibear pikkinu en aftur á móti þá er Aphelios hinum meginn að vera pikkaður off af Lakia. Þannig að treytaði rosalega illa að reyna að komast á krúki en hann er Lulu últaður þannig að þeir ná einhver damage niður á hann. Og Kog'Maw er þannig bara með free hit, Gadget er orðin allt og low í þetta og þannig einmitt kemur turnaroundið við Syndru. Reynaði að húka hann að síðan kemur Syndra inn í þetta, stönnar GP-in, instantly pikkaður off, Gadget reynir að flash inn í þetta. Ekkert sem hægt er að gera, hann að chaseaði niður og einfallega að tapa þessum fæt. Já, þetta var svona, já, þetta var svona, þeir reyndu að salvagea þessu fæti eftir að þeir, treytuð á Volibear sem var 0-4 á þessum tíma í nokkuð þessum og á Atikari. Síðan var líka það að Aphelios hefði ekki átt að vera þarna. Nei, alls ekki. Vissu leiti, svona rosalega overextendaður inn í Red Jungle. Já, en síðan er svo erfitt að flýja, þú veist, Prowler's Chlorexide, sko.
Það er rosalega erfitt að flýja það, sko. Þú veist, það er svona, þegar hann getur engageað frá 1,5 skjá, það er smá erfitt að... Við sjáum hérna okkar annar replay sem er Baron fight-in. Rosalega chaotic fight, þarna er XI komin með sálina. Og þeir voru nýbúin að ná pikki á lagi og þú sér það er matcha típis. Og þarna kemur einmitt Aurelia í baki og þeir hefði einfallega átt að reyna að rusha hann niður. Hann er að flassa út og þannig að hann er að splitta upp Lil Peep meðan þeir eru að reyna að klára, en þeir eru orðnir svo rosalega low XI. Þannig að reynir Volibear að taka eitthvað hero play inn en einfallega bustaði niður. Þannig Syndra hann rosalega low flash inn hjá Aphelios og Kuki kemst út. Já, Rundsi aðeins og aggressífur hérna að reyna að ná honum. Náða hann að Baron og þarna eftir þetta fara þeir í pushi sitt, ná nokkrum inhibs og þaðan ættu þeir að hafa unni leikinn, samt sem áður rosalega vel gert hjá XI að törna hana við. Já. Við fáum núna hérna replay af líka Elder Drake fightinum. Þannig að sjá það, hann er húkkaður inn insta-lúlu úrstæður og hann sér að hann er ekki að fara að ná að engagea þarna beint head-on, þannig að hann tekur runnarondið og er ekki með vision á. Þannig að þetta er rosalega gott hjá honum að ná stundinu þarna inn. Já, þetta var bara smætfætt, þetta var ekkert EQ neitt hjá Rek'Sai. Nei, þetta var bara, ég held að Gadget hafa bara smætað bara millisekundum á undan. Örgulega búist bara við því að Rek'Sai ætlaði einmitt eins og við tölum að smæta. Þannig að hann ætlaði að reyna að vera á undan. En þú veist, aftur ógeðslega vel spilað hjá lagi. En síðan líka bara, þú veist, tegum maður eftir að Lil Peep, það var ekki þetta upprétt. Leið hún nærði ekki að one-shota Rek'Sai þá áttu náttúrulega bara að turna. Sérstaklega þegar þú sérði hún labbar hann í burtu, þá áttu bara strax að hlaupa á hina. Bara að renna á backline sem er í riverinn. Já, bara droppa baranum og hlaupa inn. Og síðan kemur þarna þannig sem hann reynir að taka base raceið en Volibear með Elder Drake var allt of sterkt fyrir hann. Elder Drake þú getur ekki að renna 1v1 á móti Elder Drake. Einmitt, þetta var bara, já, þetta var samt leikurinn sem við vildum. Þetta var akkurat leikurinn sem við vildum. Hann var liggur við allan leikinn. Það voru einmitt það sem Baron fights og Elder Drake fights, langir leikir, skeilaðir upp. Það var akkurat það sem við vildum sjá. Þetta var bara mjög vel spilað hjá báðum liðum. XY unni í lokinn og eru þá komin á toppinn. Þeir eru á toppi deildarinnar. Við vitum að vísu ekki hvernig stendur á UMFB. Nei. Þar sem þeir voru að taka leik en við vitum ekki hvernig staðan er. Nei. En já. Já, XY er 5-0, vorum við að heyra. 5-1 ætti að vera. 5-1 eða ekki? Já, 5-1. Smá klúður svona á bakvið. Það gerist. Það kemur fyrir á bestu bæjum, sko. Einmitt. En mér fannst það að hafa verið rosalega góður keppnisdagur. Þetta var svaka keppnisdagur, þú veist, maður sá líka bara, já, mjög mismunandi. Og við ættum að fara, þú veist, í lokstream þá munum við náttúrulega henda upp skortarblunni og getum við séð allt fyrir okkur, en þetta var góð vika. Þetta er búin að vera rosalega skemmtileg vika og geggjaðir leikir. Þetta var bara super duper, sko. Þetta var super í okkar augum. Og einmitt rosalega einblínir á líka bara teamplayið hjá XI. Þeir eru með svo stort teamplay. Það hálfa verið nú. Já, þú veist, líka þú sér það eins og þegar kemur að leikgeiminu. Þú sér strax kontrólið sem að lagi er að hafa yfir, þú veist, þessum leikgeim tífans. Jú, hann var kottana í Baron, en leið og sást að þeir reynda að fara í Elder Dragon fightið og sástu bara að hann vissi hvað hann þurfti að gera til að vinna leikinn og hann gerði það. Nákvæmlega. Þú veist, þetta er leikmaður sem þú vilt hafa í liðinu og hann mun performa á tímunum sem hann þarf þess. Þetta var líka bara þetta var split second decision þegar hann sér bara ég er ekki að fara hann inn, ég er ekki að fara head on inn, það sem Rek'Sai vill kannski gera, flestir, hoppa inn og ná góðu nökkupi, hann bara turn around og stelur þessu. Já, einmitt. Og ekkert vision á Elder. Ekkert vision á Elder, þannig að þetta var rosalega vel tímasett hjá honum upp á það að þetta var random. Já, en síðan verður mann líka að gefa þú veist, Lil Peep props, já, þú veist, þeir þróuðu leiknum, þú veist, það er ekki hægt að orða þetta öðruvísi. En samt sem áður, þeir voru rosalega sterkir og þetta var bara hníf, já. Já, þú veist, þetta var alltaf að fara upp og niður og mjög leiðilegt fyrir Skauf sem var að spila á gangplank að bara, þú veist, það var leiðilegt að sjá hann tapa þessum leik. Hann hafði svo mikið impact og hann var ótrúlega nálægt í að geta sagt að þessi leik og verið top diff. Nákvæmlega. En svona gerist þegar það kemur að því, þá er það bara svoleiðis en við ætlum núna að ljúka þessari viku á þessum algjörum bengurum og við hlökkum til að sjá okkur í næstu viku. Legends never die when the world is calling you.
Can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you bleed for reaching greatness, relentless, you survive. They never lose hope when everything's cold and the fighting's near. It's deep in their bones, they'll ride into smoke when the fire is fierce. No, pick yourself up, 'cause legends never die. When the world's calling you, can you hear them screaming out your name? Legends never die, they become a part of you. Every time you bleed for reaching greatness, legends never die. They're written down in eternity.